Já, velkomin að Rauðaborðinu á föstudegi, það klukkan orðin 4, nón held ég að þetta heiti og þá förum við hérna yfir fréttir vikunnar við Rauðaborðið og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki. Hérna Hrönn Sveinsdóttir bíóstjóri og kannfari. Já. Og Ellen Kristjánsdóttir, söngkona. Já, hæ. Velkomin. Takk fyrir. Jón Ferdinand Esterason, blaðamaður. Góðan daginn. Stjórnarmaður í Leigjendasamtökunum. Já, líka það. Og Freyr Eyjólfsson, hvað tónlistarmaður? Það nú bara svona hobby, sko. Hobby. En ég ruslagall, vinn ég á Sorpu. Vinn ég á Sorpu? Já. Þegar að ræða það eitthvað? Við getum alveg rætt það. Ég til í það. Við vorum að vinna Kuðungin í gær, sem eru svona stærstu umhverfisverðlaun ársins. Vá, til hamingju. Þannig að það nú ánægjulega frétt fyrir ýmis svona loftslagsverkefni, kannski fyrst og fremst. Og það nú ekkert bara okkar að þakka, það öllum að þakka. Þetta svona risastór samstarfsverkefni sem að allir tóku þátt í að til dæmis að safna matarlegum í brúnupókana sem að svona stærsta einstaka loftslagsverkefni ársins á Íslandi. Kuðungur, þið flokkir náttúrulega all. Já, svo svo. Ég vaknaði við öskukallanir ég held að vera í morgun. Ég var rosa ánæður. Það að tæma. Það alltaf tunnur fullar. Þeir eru ekkert bestir í því með sko, hérna... Það kemur út með flokkaðarsorpið og það bara, maður kemur ekki frá sér. Nei, maður kemur ekki. En það gegn að losna við matarleifarnar í spes. Það rétt að ámeina það að Sorpa ekki í sorpbyrðu, við byrjum enga ábyrgð á sorpbyrðinni sjálfur. Það eru sveitarfélög sem gera það. Nei, það bara svo frábært að nú almenna ruslið, nú allt flokkað og þetta almenna sem fyrir bara í þetta, það rosalega lítið. Ég veit það. Já. Ég er svo hlýðin, ég myndi aldrei þóra. Ég sé alveg, þegar ruslagatarnir koma, myndi alveg kíkja honir, nei, við tökum ekki þennan. Það er svo tunnu að hún ekki, mér stætti að vera þannig, sko. Það þannig. Ég það ekki þannig? Já, einhver staðar, ég veit það því, sko. Já, við séum bara, sko, úrgangi blönduðutunni sem er svona vondatunnan, sko, minga þriðningu á einu ári. Þetta er árangur sem við ætlaðum að ná kannski 10 árum, en við bara gæst á einu ári. Þannig að almenningur er komin miklu lengra heldur en... Við náðum því, sko. Já. Þú varst að segja það voru við sem að flokka. Ég verð að segja það. Við bara takkið við þessu frá sveitarfélögunum. Ég er að tala við bara með stóru vaffi hérna. Nei, við sko, að byggast allir við að þetta myndi taka svona 10 ár að fá... Já, vá. Alltaf til að gera eitthvað svona en hérna, almenningur komið miklu lengra heldur en sveitarfélögin og en ekki einhverju sem neita að flokka svona eins og sem að vildi ekki fá COVID-sprautu Jú, það er alltaf svoleiðis fólk en það eru miklu færri heldur en búist var við svona almenna reglan eins og til dæmis í Þýskalandi allir þjóðverðir séu ekki svona heimsmeistarar í Jú, ég var að hugsa það er alveg 10 ár ég fór til Berlínu fyrst þú veist það var lengra síðan það var allar flokkar sko Já, það er og svona... maður vissi hvernig maður átti að gera þetta. Ég held að þjóðarsálinn það fíli að flokk. Það sé svona eitthvað sem fólk fær út í að setja hlutina. Það er bara að læra þetta í grunnskólinu bara í 80 ára. En það er samt þannig að bara 60% gera þetta rétt og svona 30% tellir sig gera þetta rétt en gera þetta vitlaust en svo eru 10% sem eru alltaf bara á móti öllu. Það er alltaf þessi 10%. Er þetta kennt núna í grunnskólum? Nei. Jú, en sko það er alltaf verið að segja við grunnskólakennara og skólayfirvöld akkur kennið ekki þetta, akkur kennið ekki fjármálalæsi, akkur kennið ekki foreldrar börnunum sínum eitthvað, það er bara foreldrar varpa öll yfir á skólan. Já, það er alveg, ég er það saman. Kennið bara börnunum eitthvað, þið sem eigi börn. Kenna foreldrarnum barnalæsi. En kannski kunna ungu foreldrarnir ekki. Nei, svo var það. Ég var, held ég, fyrir 2 árum í Róm, inn í mjög þröngbílungutum. Og þar var flokkað, held ég, 9 mismunandi flokka. Þau komu að sækja batterín á þriðjudagsmorgni, komu að sækja glerflöskur. Þannig að mér finnst við vera bara... Og það, maður eiginlega náði ekki alveg hvernig að fara að þessu, því að hvernig var svo þröngar, sko. En það eru bílarna. En þannig að það er mjög flókin að gera, en þeir náðu þessu samt. Já, því við þurfum alltaf að fara með batterín og glerið og allt það. Tunnun, og bara nýtilkomið, þú veist að málmar og eitthvað svona sé grendargámum, svona augljósi hlutir eins og hvað ég að gera við allar þessar tómu dósir utan að bönunum. Nei, það má fara í blandaðarusli. Ég er búin að teka því. En er ekki gott að flokka málmsand? Nei, þeir eru mjög vélar sem taka... Nú? Já. Það er svona segulstall. Já.
Já, þannig að ég bara búin að vera búið mig til auka vinnu í mörg ár. En nú verðum við að fara að flokka málma sérstaklega og setja í grenndagóma. Já, þetta allt Evróputilskipana, þannig að þetta bara í Evrópuregluverkinu og við erum náttúrulega eins og oft mjög svona sein að innleiða þetta var alveg á síðan. Fannst þetta eitthvað svo augljóst? Þetta loksins komið, akkur var þetta ekki alltaf... Ég gerði það mjög lengi, þá einhvern veginn sagði við mig, þú þarft þessi, og þá hringdi ég sérstaklega í Sorpu til að spyrja mig þetta og neini, þá má fara í vondaruslið. Neini, þetta eru mjög rangar upplýsingar. Þetta eru þessi 4 flokkar heima, en svo átt að flokka gler og málma. Hann er til vandræða, hann var látið fara. Hann segir bara eitthvað. En ég ætla bara að segja ykkur, ég nota aldrei dósir, djók. Herðu, að því að við erum að tala þetta og sumuleyti ég alltaf með svona tilraunir hérna við þetta rauða borð og hérna hvernig fólk tala saman. Segjum við værum á kaffihúsi eða værum kannski í kvölduraborði. Hvað eru mikla líkur að við verum að tala um flokkun á Sorpu? Mjög mikla. Ekki? Jú, ég held að það sé bara hátt uppi. Fólk fílar að tala um þetta. Já. Ég held að ég hef aldrei séð jafn líflegar umræður eins og þú veist, kannski þannig kommentakerfin og svo var einhver með frétt það að það ætti ekki að skóla áður en að maður situr í uppþvottavél. Ég hef aldrei séð jafn geggjaðar umræður því að það voru, þú veist, loksins eitthvað sem við getum öll Það er skautun í samfélaginu. Já, þetta getum við öll rætt á hans að fara í einhverja svona... Nú var ekki skautun að þeir sem að skóla og þeir sem skóla ekki? Nei, þú veist, guð minn góður, hver skólar ekki? Hversu siðblindur þarf það að vera? Það er einhverju á fræðunum sem að sagðist ekki skóla því að það, vélinn er gerð fyrir því að vera með skítut. Já, það voru allir með þá hreinu að þetta væri samsæri uppþvottavéla framleiðanda til þess að fá þau til að þurfa að skipta uppþvottavél á 4 ára fresti sem við þurfum, held ég kannski flest að gera núna, en nei, þú veist, það meikar ekki sens að skóla ekki, þú veist, stundum og fylla vélina þína af matarafgöngum. Og svona vani sem festist í manni, sko, það er álíka umræður sem hafa allra að setja sko sultuna ofan á ostin eða undir ostin og byrja í samlöku, þú veist, fólk er bara svona undir, ofan á, þú veist, það er með mjög sko harðsvíra afstöðu sko í svona förðulegustu málum. Já. Ég myndi aldrei setja, ég myndi alltaf skóla allt sem ég fyrir setja í uppþvottavél. Já, bara annað er bara óþægilegt. Ég hata alltaf sem krakki sko þegar ég fór í heimili annara því við vorum alltaf með uppþvottavél þegar ég ólst upp sko að maður fekk svona úr skápnum hreint eitthvað og þá var bara svona matarleifar en það á því. Þau skóluðu ekki nægilega vel, það var bara, þú veist... Þetta er eina af þínum erfiðu æsku. Mjög svo. Og þetta truflaði mig alltaf og ég hugsa alltaf til hversi fólk þá með uppþvottavél, það færi ekki almennilega, en þá bara var það ekki skóla, sko. Mér finnst þetta mjög sko merkilega umræða þegar að vera að ræða flokkun og úrgangsmál svona á samfélagsmiðlum hér og þar að það er einmitt ekki polarisera. Það er mér skoðanaskipti og ég er búin að gera þetta og ég er búin að gera þetta og ég las þetta og ég skoði þetta og ég heyrði þetta og það er bara svona bara mjög svona, hvað er þetta að kalla dialektísk umræða sko. Þetta er svona helvítis skólunar fasistandur Nei, ég finnst hún sko bara upplýsandi og fólk er svona fræða hvert annað og bara svona eiga einmitt umræður að vera. Það er einn hópur á Facebook sem ég hef einhvern tímann lækað og hann elti mig sem heitir Gamaldags matur. Ég elska gamaldags mat. Þar tekur fólk bara mynd af matnum sínum og skrifar eitthvað það, þetta er ég að borða. Þú veist þetta fallega skilaboð í samfélagi. Þetta borða ég núna. Þetta er ótrúlega uppbyggilegur hópur sko. Fólk er alltaf bara svona hrósandi og þetta sé bara eitthvað steikt kótiletta með einhverjum frönskum og mayo. Þetta er ekkert eitthvað glæsi matur, þetta er hversdagsmatur, alþýð matur. Þetta er bara bjúgu. En ég minnst það mjög fræðandi að því að ég komst að því að þú veist Óra fiskibúðingurinn hefur breyst svo mikið að það er ekki hægt að borða hann lengur og... Það er þetta nánum úr dósinni. Hann er ekki búin til á Íslandi lengur. Hann er ekki búin til á Íslandi lengur. Nei, og munið eftir bollunum sem voru bara svona hvítar, voru eins og að vera á næloni. Það eru orðna glærar. Ég man eftir þetta er eina sem við borðum að þetta var svo ódýrt. Þegar ég var 20 og búin að eignast fyrsta barnið mitt. En þetta var lúmst gott. Og það var rosalega gott. Ég man bara að þegar við vorum úlingar og vorum ekki að elda í sumarbústaðferð, þá fórum við og keyptum svona Óra fiskibúðing og skárum í sneiðar og því okkur fannst allum gott. Og svo er hitt. Hvort voru með bleikasós eða karrísós fyrir fiskibóleik? Karrísós, allar leið sko. Bleikasósin er ágætt. Amma segist að hún gerði alltaf svona brúnsósi bara. Ég vandist því sko. Með fiskibóleik? Já, svona sósujafningi bara eitthvað sem hún átti upp í eitthvað svona duft upp í skáp og setti vatn úti og það var bara svona þykk brún sósa. Börnin okkar væri bara, hvað? Ég endur uppgötaði reyndar fiskbúðing bara nýlega fyrir kannski ári síðan og ég veit ekki hvort þetta er verra en áður sko en mér finnst þetta ógeðslega gott.
var fiskbúðringurinn í lagi? Því að ég var að frétta að hann væri orðin appelsínugulur, hann væri ekki í lagi. Hann stundum appelsínugulur. Þú trúa því sem fólk segir, þú eru bara að fara út í búðum. En býti, hann sem stendur til? Hann þá til, sko. Ég veit ekki eins og ég hef ekki borðað þetta sem ég var á leikskóla eða eitthvað, svo bara sáði þetta í búð og ég ákvað bara að byrja að kaupa þetta og ég og konan við borðum þetta núna bara oft, sko. En ekki rosa mikið rótvarn. Heldur sé ykkur fiskur í þessu? Ja, það eitthvað svona, eitthvað prósent að það stendur utan á það, sko, það svona kartöflusterkja og mjöl eitthvað, þú veist, þetta svona, þetta fátakra matur en þetta góð matur. Ég man að gerist fyrir svona, kannski 20-30 árum, þá bara breyttist bjúgu, það var greinilega ekkert kjöt eftir lengur í þeim, þetta var algjörlega óvænt og hefur eiginlega verið óvænt síðan, bjúgu voru mjög góð. Það ekki bara eitthvað svona, eitthvað nostalgía. En það var mjög vinsælt alls það var mjög mikið borðað. Ég fæ mér þykkabæði hrossabjúgu svona á 7 ára fresti. Það einu bjúgun sem ég borða. En maður getur keypt svona beinta bíli, svona heima tilbúin bjúgu og það svona eins og bjúgun voru í gamla. Við keyptum það hérna síðustu jólu á jólamarkaði, það var hérna beint á okkur bíli, bara alveg, þú veist, reykt, sko, kindabjúgu, þetta var ótrúlega bara alveg sko. Það var skemmt allt saman. Ángas allt húsi eftir á, sko. Ég sá daginn að þá var hérna livrapilsa, 10% sojamjöl. Nei. Hvað í gangi? Spurning hvort að, já. Akkur er þetta ekki til umræðu í forsetakosningunum? Nú ætla ég að skipta yfir forsetakosningunum. Þetta bara gæti verið til umræðu. Þetta var gott segway. Af því að það eru allir þessir 11 og 12 og hérna allir fjölmiðlar, það er svo gjörsamlega óljóst hvað þetta embætti snýst, að þetta er bara svona eins og bara eitthvað frún í Hamborg eitthvað, það er bara eitthvað, ég ætla, þú veist að... Fegurðarsamkeppni. Já. Fegurðarsamkeppni, já. Eins og þessi samfélagsþjónusta hennar Höllu Tómas sem hún stingur upp. Hvað á forsetina að hafa með það að gera? Já. Nei, já, ef ég má koma inn á það sko þar sem hún var að segja í gær að skikka ungt fólk í samfélagsþjónustu. Ég er ekki fatt að heldur að því... En þú veist, hvaða hlutverki ætti forsetin að vera svona eins og svona reiði pappin á úrlingnum eitthvað. Já, nú skaltu fram úr og vinna ég held að það væri úrlingavinna væri svona. Já, mér finnst það svona að skauta fram í því, sko. Ég fór alltaf í úrlingavinna, mér finnst það einmitt að reyta gras og hérna, reyta arfasegi. Að læra að vinna ekki. Já, það reynda sko var oftast þannig að því að leiðbendinir eru svo slæmir að þeir eru bara eitthvað fólk á tvítusaldri sem að færa aukavinnu við að sinna ykkur krökkum og við bara, þú veist, það er bara allir að leggja sig, sko. En hvað er hún að meina með þessu kvaldi, með að skikka? Ég var ekki alveg að fatta. Eins og þetta væri svona sambærilegt og herskylda í öðrum löndum. Það er rosalega fá lönd með herskyldu. Já. En þú veist, í þeim, ég veit ekki, þekki ekki hvernig þetta er í Noregi, en þar er þetta bara svo saman gróið örgla bara, þú veist, samfélaginu, þú veist, fólk býst við því að fara í herinn eða eitthvað. Þú veist, það er kannski bara það að þú veist, það er allir, þetta er bara búið að vera þannig og tíðkast. Ísrael er náttúrulega, þú veist, þá er það bara land byggt á því að það séu allir að reyna að drepa þá. En það er eftir í hernum bara til 50 og rúmlega það. Það má alltaf kalla það inn aftur, sko. Þú bara fyrir beint í varaliðið þegar þú útskrifast. En þú veist, svona samfélagum eins og Bandaríkjunum, það sem allir þurfa mest á að halda er það dýrasta í heimi, það er menntun og heilsugæsla. Þá getur þú fengið það með því að gangi í herinn og það er í rauninni ágætt stíl. Kannski hefur halla verið að meina það, þetta er lausn á húsnæðisvanda ungs fólks. Já, ég hugsaði með mér, kannski væri hægt að gera eitthvað svoleiðis á Íslandi, það þyrfti að vera eitthvað gulrót og það þyrfti að vera, já, þú farðu útborgun í fyrstu íbúðina þína. Eða þú veist. Ég verð nú aðeins að taka upp hanskananda fyrir Höllu því að þetta er mjög svona grimm fyrirsögn og samfélagsþjónusta er náttúrulega bara refsing afplánun. Það er það sem ég var nefnilega spáði. Mjög svona grimm ári en það sem ég síndust nú vera að tala og kannski var þetta klaufalega orðað við henni eða bara mjög grimmileg fyrirsögn hjá ritstjórunum að hún er að tala um að úlingar sem náttúrulega fá ekki mikið vinnu eins og kannski við fengum þetta áður fyrr myndi, fara í eitthvað svona samfélagslega vinnu, sjálfboðastarf, vinna með eldra fólki og bara læra að taka þátt í samfélaginu, sjálfboða vinna í þá náttúrunar skylda. En þetta er skylda? Já, í áður þau fara í frekari menntun, eða ekki? Man ekki segja það? Já, ég er nú ekki búin að lesa þetta ítalega, en sko í sjálfu sér finnst mér, ef ég mætti túlka þetta ágætt sem þetta mörgu leyti, mér finnst að fólk eigi að vinna meira í sjálfboðavinnu og leggja meira til samfélagsins og ég held að sé ágætt
að kenna úlingum þá hugsun að þau hafi eitthvað svona samfélagslega skyldu, þurfi stundum að gera eitthvað án þess að fá borga fyrir það, þurfi að leggja samfélagslega lið, hverfinu, skólanum, nágrönnum, fólk í nauð, flóttamönnum, fátækum, fór út að plokka, þú veist. Það bara, þetta eina af undirstöðum velliðinar og hamingju og farsaldar og bara að búa til heilbrigðara samfélag, að gera stundum eitthvað á þess að fá beinlínis borga fyrir það. Áttu ekki drengað þessum aldri? Áttu ekki drengað þessum aldri? Jú. Þú væri til að senda hann í svona? Já, ég senda hann stundum út að plokka og gera eitthvað, þú veist, fyrir aðra. Ég reyni að ala börnin mín þannig að þau eigi stundum og eigi bara oft og iðulega og alltaf að gera eitthvað fyrir annað fólk. Já, ég held að það væri beinlínis borga fyrir það. Allir hugsið þannig, að börnin manns gerði eitthvað fyrir aðra án þess að þurfa að fá eitthvað tilbaka nema bara ánægin að hjálpa öðrum. Nei, við búum einhvern veginn í samfélagi sem þykir beinlínis niðurlægjandi og þú ert að bara niðurlægja sjálfa eða þú legguðu fram og ferði einhverja vinnu án þess að fá að borga fyrir það. Það er bara því miður. Já. Og við reysum upp úr fátækt einmitt með svona samtakamætti og samvinnu bara þegar bara fólk fór út og byggði sundlegar fyrir börnin og gerir bókasöfn og ungmennafélög og bara allt í sjálfbáðinu og samtakamætti og þetta er bara, þessi hugsunni því miður farin úr samfélaginu, ég held að það sé bara mjög snið hugmynd, ef ég má bara reyna betur bæta hugmynd Höllu Tómasdóttur að kenna úlingum þessa hugsun. Já, ég var ekki að segja að þetta var ekki góð hugmynd og góð gildi, en það er fólk eins og, þú veist, það er fólk á okkar aldri sem að fattar þetta og mögulega myndi gera eitthvað, þú veist, fyrir annan, fyrir engan pening, en eins og við vitum öll og sérstaklega kannski við sem eigum úlinga á þessum aldrei að þetta er bara sjálfhverfasta fólk í heimi og það að ætla að skikka það í samfélagsvinnu, ég veit það ekki. Ég held sko, það ekki hanskan líka fyrir Höllu hvað þetta var að því að Ísari klippu allan og ég veit svo sem ekki hvernig samræðurinnar þróðust, þetta var bara hana og lítil klippa sem var opinn úr svo hlaðvarpi og mér heyrist hún ekkert vera að tala að skikka einn í neitt, hún var bara að tala að það stæði til búða, hún orðaði það þannig sem svo sem ágætt sko en ég myndi þetta falleg Friðarsveitir Kennedy já, eða þú veist sko mér finnst þetta falleg kannski hugsun en ég er samt ekkert endilega vissum sko hvernig þetta myndi virka í praxís þannig séð og þar fyrir utan er þú komst inn á sko bara er þetta í verkefning forseta eða er hún bara að reyna að finna sér einhverja sérstöðu Hvað er í verkefning forseta? Ég veit það ekki, eða þú veist allt og ekkert virðist vera af þessum frambjóðum að dæma sko en hún er kannski bara að reyna að skapa sér eitthvað svona fyrirsagna mat til þess að koma sér sko á framfæri af því hún er náttúrulega bara með lægstu lægðum hann í skoðanakönnunum. Já, mér finnst þetta bara að fyndi að því að nú keppast allir við að vera með einhverjum svona hugmyndir, góðar hugmyndir og ég meina sjálfboða að vinna fyrir úlinga, góð hugmynd, skilur en hvernig alltaf forsetinn, það er ekki, ég var ekki beint að tala þessa hugmynd sem einhver svona dæmi vonda eða mér finnst alveg jafn góð hugmynd að Ástór fari til Moskvu og semji við Pútín og og Ásdís Rán hjálpi ungu fólki að eigna sína fyrstu íbúð. Það er líka hugmynd, þú veist, það er búið að vera mikið hugmyndir, sko. Forsetinn hefur náttúrulega áhrifavald, hann getur náttúrulega áhrifavaldið í því að tala þjóðinni inn á það að búa til svona starf fyrir úlinga og úlaunuð samfélagsstarf. Já. Það má alveg bara gera það, það má tala, Vigdís talaði fyrir skógrækt og fórstum að tala hvað sem er. Já. Kannski það gagn og svona galli þessa embættis að það má móta það eftir hver situr í því hverju sinni það er kannski bara gott annað en það sé bara einhver einfaldur já eða nei öryggisventil sko nú er þetta fórstu starfslýsinguna og sér að starfslýsingin sé óskiljanleg já ég held að sé óþægilegt fyrir það sem er í starfi eins og fyrir karakter eins og Guðna ég held að Ólafur Ragnar hefði ekki þótt að óþægilegt hún þótt að bara mjög gott en þú veist, ég held að sé fari allt eftir karakter sko Já. Herðu, það eru kannanir sem hafa verið, ég veit ekki hvort að við sett ykkur ofan í þar, en það voru 2 nýjar í dag og þar er Hallarhund efst, bæði hjá Gallup og Maskínu, en afgerandi hjá Gallup, hún var með 36% held ég og Katrín næst bara með eitthvað 23 eða eitthvað, rosalega munur. Þetta er mjög óvinnlegt, venjan er náttúrulega svo að þú getur ekkert búið fram nema þú sér þannig pensara að þú labbar inn í staðaskála og allir þekkið, hún er ekki slík persóna, hún allar hönd og mjög spennandi og gaman að fylgjast með þessu og mjög áhugavert að skoða þessa kannanir í dag að það er mælt út frá stjórnmálaflokkum
held að sé hvað 60% sjálfstæðismanna sem styðja Katrínu Jakobs 50% framsóknarmanna, það er ekki nema 50% þar sko. Píratar halla sér að Jóni Gnarr sko. Hvernig með VFG? Ég sá í einni könnun að Katrín var bara með 60% af VFG sko, sem ekki ekki stór hluti eftir. Nei. En hún það er augljóst að hún hefur bara fylgi ríkisstjórnarflokkana. Katrín, hún eiginlega mest skautandi frambjóðandinn, svona því. En síðan eru hinir flokkarnir svona að halla sér að höllur hund og nú sýnist mér svona þetta var að þróast þannig að þetta verða þá þær tvær sem svona berast þetta. Já, ég er alveg nokkuð Baldur og Jón Gnarr eru svona fjær út. Dragast aftur úr. En svo getur náttúrulega margt gerast að mánuður í kosningar. Já, eins og síðast. Það var ótrúlega 2016 minni. Var ekki Halla þá tóma sig? Það náttúrulega svolítið sérstakt með hana því að þá voru 4 efst og hún neðst og hitt voru allt kallar. Já. Ég held að margir að fara og kjóstað og hugsa ég ætla ekki að taka þátt í að eina konan hann að fá einhverja niðurleggingu. Ég ætla ekki að taka þátt í því. Það sést allan núna að þú hann hefur gengið ágætlega síðast þá er hún ekkert að ganga vel núna. Það eru aðrar konur í boði og kannski bara konur sem fleirum líst betur á. Og þá var það líka þannig að það var eiginlega Guðni var búin að vinna þetta 4 vikur fyrir kosningar og það var líka þannig 96. Ólafur Ragnar kom inn í fyrstu menningu með 61%. Guðni með 59, reis síðan aðeins upp þegar allir allir að fara að kjósa Guðna þannig að það fór upp í 70% og svo var það bara að halda út kjörtímabilið endaði í 44 held ég. Já. Katrín kom bara inn í 32 þannig að ég held að það hafi verið Já, hvað er þetta að gerast núna? Er þetta bara hún alltaf inn að missa fylgi og ég fór nú bara svona mínar mikrohrannsóttir, ég fór í nokkur fermingabóð síðustu helgi. Þar hitti ég nú bara nokkra sem sögðust hafa ætlað að kjósa Katrínu Jakobs en þegar þetta frumvarp sjókvíeldi og ótímabundi leyfi til norskra fyrirtækja ótímabundi leyfi bara hreinlega að gefa þessa fyrir því eftir að þetta frumvarp var lagt fram og rauninni smíðað á hennar vakt og lagt fram af hennar flokki þá bara segir fólk og allan að þeir sem ég hitti bara ég get ekki kosið hana. Nei, þetta er svo gjörsamlega galið. Já, ég held að hafi opinberast fyrir mörgum bara hversu pólitísk hún er og hversu vanhæf hún er að vera þessi fulltrúi almenningsgagvart ríkisstjórn. Því að hún er hérna forsætisráðherrann, hún er arkitektin að og bara samstarfskona allra þeirra sem sitja í ríkisstjórn og verða kannski áfram, við vitum það ekki en þú veist, hún er gjörsamlega vanhæf til að gera nokkuð sem forseti. Já, fólk er mjög reitt yfir þessu frumvarpi sko og margir kalla það landráð og það er margir að skrifa undir listan sem að Steinunn lagði fram. Já. Það minnir svona óþreymilega held ég marga á bara, þú veist, kvótan, þetta sé að vera svona endurtaka eitthvað svona sögulegan sko afleik að vera að gefa svona einhverjar auðlindir bara varanlega sem er mjög skrítið hugmynd yfir höfuð þá getur gefið eitthvað svona varanlega það ég veit ekki alveg þú veist hver sko hugsunin þar að baki og það ég var að lesa í dag sko kollegi minn á heimildinni sem var að skrifa sko þetta fór í gegnum Svandísi Svavarsdóttur Katrínu Jakobsdóttur sem settan matvælaráðherra og Bjarkeyju og það er bara núna fyrst sem að þau byrja aðeins að draga í land kannski verður þetta tímabundi bara út af gagnrýni. Nei, sko málið er að þegar það fór inn í samráðsgátt, þá var þetta ekki inni. Síðan í frumvarpinu, samráðsgátt frá Svandísi, í frumvarpinu sem að Katrín leggur inn á þingið og Bjarkey mæli fyrir, þá var þetta komið. Já. Og rökin voru þau að lögfræðingarnir hefðu sagt að til þess að væri hægt að beita sko svona sektum, að þá væri betra að hafa þetta ótímabundið, þetta ótrúlega veik. Ég held að þetta mál sé að elga fyrir Katrínu ekki þá hún hafi fært Bjarna Ben sko forsætisráðherraembættið og Sulufatti heldur bara þetta mál. Þetta er algjörlega að sko þetta kemur náttúrulega vondum tíma fyrir hana klálega sko. Þetta er mjög afhjúpun af því að stjórnmálastéttin er að þjóna einhverjum örfáum en ekki almannahagsmunum. Eða hvað? Jú. Og bara svona pólitísið að leggja þetta fram núna þegar hún er í miðju forsætislega náttúrulega mjög sérkennilegt og þetta er bara, ég skil ekki þessa hugmynd að veita þessum norsku fyrirtækjum ótímabundi leyfi í þessum fjármagn. Og bara eitthvað sem er rukkað fyrir allstaðar annarstaðar í heiminum. En við stöndum svo vel, við erum svo góða inn, við þurfum ekki peningan eitthvað. Og svo náttúrulega er verið að hverfa frá sjókvíeldi í Noregi, bara alfarið. Já, þið norsku auðmenn
bara alls ekki borga við bjóðar. Það er reglan bara setja að fara með rusli yfir hingað, það bara, þú veist. Einhver einkennileg hugsun með þetta skapa svo mikil verðmæti, það alltaf verið að segja það. Já, en, veist, verðmæti fyrir hvern, það fylgja aldrei með útskýringunni, það bara verðmætasköpun, jákvæð, búið. Þetta er bara ónáttúra, þetta er bara óhugulegt. Þetta slær þjóðina illa. Og fyrir þetta er bara dýranýðs iðnaður, það er bara byggt inn í módelið og það eru 100.000 laxa sem eru bara rotna lifandi af því að þetta er bara svona einhver factory farming fyrir fisk. Og það er búið að gera þetta annars staðar, við vitum hvernig þetta endar. Það sem ég er að segja, alltaf eru við tilbúin að taka við svona. Og svo er það einhvern veginn þannig eins og Katrín Odds, hún var í þennan daginn, hún var að tala hvernig hún hefði skoðað þetta og inn í kjölinn og hvað það hefði þurft, hvað eftirlits, eða þú veist, þeir sem að leyfa þetta, slá svo mikið af og þykast ekki vita eða bara geta það ekki, eru bara alltaf meðvirkir og þau fóru bara á milli stofnan og horfðu bara í augun á fólki og spurðu, akkur höfðu þetta svona og það var bara svona, þetta var komið svo langt, þetta var eitthvað svo, við byrjum ekkert ábyrgð á, því það voru bara fáránlega hluti við þetta eins og þetta er að eyðileggja sjóleiðir. Þetta er að eyðileggja skuldbindingar Íslands í því að þú veist að fólk getur séð þannig að vitaljós og við þurfum að tryggja siglingaleiðir fyrir önnur skip. Það er allt, þú veist, sjókvíarnar eru bara standið veið fyrir því. Dýravelferð, ég meina það er bara... Já, en þú veist, við erum ekki eins og með stofnanir sem valda því, þú veist, það er bara, þetta er svona fúsk á svo mörgum levelum. Klassískt íslenskt fúsk. Já. En eru það að segja að forsetakosningarnar muni snúast Katrínu og sá sem að vinnur verður besta ekki Katrínin? Ég held að Hallarhund sé það. Besta núna. Það veit enginn hver hún er. En hún er ekki Katrín. En hún er ekki Katrín og hún er kona, hún ég veit svo lítið hana, ég veit ekki hvað mér finnst, nema hún náttúrulega er að berjast fyrir náttúrunni og það er náttúrulega rosalega jákvætt, hún er mikil náttúrusinni. Það er svona það stendur í vegi fyrir Katrínu, það er pólitíkin og veist, hún er náttúrulega búin að vera forsætisráðherra og ráðherra í mörg ár og þurft að taka ákvarðanir og... Já, maður er eiginlega svolítið syrgjana líka því eftir, náttúrulega, ég get bara sagt að ég er búin að kjósa alltaf vinstrigrænna og svo kemur þetta upp allt. Kostu það líka 21 eftir að þú myndaði ríkisstjórn með Bjarna Ben? Nei. Þá er það ekki alltaf. Nei, fyrir ekki, ég hversin ekki það. Og Hallarhund bara er klók, hún passa sig á því að vera alls ekki pólitísk og reyni sína ekki neitt á neinn spil og hafa ekki afstöðu eða skoðanir á neinu, það er bara mjög snjallt í henni, við vitum. Já, vitum við. Hún skauta fram í öllum svona... Álíka óljóslega hluti svo Halla Tómasdóttir líka, Hallarhund talar um kórastarf sem leiðaði inngildingu innflytjenda, og maður er bara svona, jú, af hverju ekki, en þetta er ótrúlega random hugmynd. Það er alveg stefna per se, þú veist, Vigdís gerði á sínum tíma. Ég ætla að segja, hún er náttúrulega rosa mikið Vigdís, að sjá og heyra og auðvitað, þú veist. Kannski lítur hún út í svo fósetti, kannski er það, þú veist, einhvern veginn mundringin og bara svona yfirbræðið, hún er svona einhvern veginn róleg og svona þægileg einhvern veginn. En fylgdustu með henni sem orkumálastjóra? Já, hún var svolítið hörði horfn að taka fyrir sínist mér sko. Ég veit ekki það. Og mér fannst hún alltaf, hún vakti athygli mína bara þar þú veist, ég heyrði henni í útvarpi, hún var eina manneskjan, því að núna erum við búin að vera með Guðlaug Þór, Tesla-málastjóra, í sem umhverfisráðherra. Hann eina sem hann hugsar er bara hvernig við getum virkað fleiri, bara hverja einustu lækjasprænu á Íslandi til þess að við getum gefið bílalegu fyrirtækjum. Og hann er nokkuð vissum að hann komist með það verði allt. Já, allt í bóði vinstrigrænna. En þú veist, þar hefur Halla alltaf verið rosalega málefnaleg og bara bent á þá staðreynd, en hann hefur fengið að ráða umræðinni okkur vanti svo mikið orku, hún hefur alltaf getað bent á það mikill yfirvegun, við eigum svo mikla, við framleiðum svo mikla orku, það er fullt af orku, fullt af henni bara tapast í lélegum innviðum. Já, ég las rosa. Við erum að selja fullt ódýrt til einhverja alþjóðlega stórfyrirtækja sem borga enga skatta á Íslandi. Og rafmyntagreftir og öllu þessu, auka fyrirbæri sem ekki grunn orkuþörf. Og það er ótrúlega hvað hún stendur fyrir. Ég er búin að lesa svolítið sem hún er að skrifa og ef hún, og ég efast ekki að hún er alveg hrein þar og er að meina það en svo veit ég ekkert meir. Þannig maður það bara að hlusta og sjá hvað hún er að... Það segir manni þó það að þessi kona, hún er ekki einhver tækifæri sinni andskotans, því að það hefði verið auðvelt fyrir hana að fara í gullakórin, bara það hefur verið gott fyrir hennar karriér. Það er okkur erfitt að vera höfuð embættismaðurinn og vera svona í slag við ráðherra málaflokksins alltaf. Stóð upp í hárunu honum, það er allan að... Hún er líka varað við því að eins og staðan er núna,
að þá eru heimilin og smærri fyrirtæki ekki venduð fyrir orkuskorti sem að stórkaupendur gætu búið til. Já. Og það möguleiki á að hér verði svona ástand eins og var til dæmis í Kaliforníu þegar Enron var að leika sér að því að búa til orkuskort til þess að hækka verð. Að það eiginlega engar varnir fyrir almenning það þetta frumvarp sem að þingið út af ástsinni og sérhagsmunum getur ekki ágreitt og hún var mjög góður svona talsmaður fyrir þær breytingar. Okay. Já, ég heyrði hann að tala um þetta líka og ég meina, Guð hjálpa okkur ef íslenska stofnanir ætla að reyna að venda íslenskan almenning með þessari samkeppni á orkumarkaði. Eða braskararnir vilja græða á almenningi þá koma það er búið að braskvæða allt sem að hægt að braskvæða. Það er ræðið á síðasta vetri held ég þegar það kemur til eitthvað svona lágt magna á orku þá bara ættu að fara að loka sundlegum. Þú veist, ég veit þetta er ekki heimili. Það var lokað eitthvað. Þú veist, já, og byrja það svona byrja þá umræðu að fólk með bara búast til því að þú veist, það verður bara skorið niður heitavatnið til sundlegana frekar en til einhverja álfyrirtækja eða til rafmyndagrefts sem er bara tilgangslösa fyrirbæri sem til í heiminum að búa til einhver gervipening fyrir einhverja fjárfesta til hvers, eða, þú veist, er það hlutverk þess að byggja virkjanir á Íslandi? En hvað er eins og út á Suðurnesi, út á orkuveitan út af Reykjanesi og þar. Hvað er það? Annað? Já. Hvað? Heldur bara Svartsengi. Já, Svartsengi. Sem var selt til erlendra fjárfesta. Hvað er það annað? Það er ekki skýrasta dæmið hvernig þannig innviðir geti aldrei verið í hingað. Það er náttúrulega það sem ræðir mest og maður er alveg fann að hugsa að ekki bara allir fá sér kaminu bara og sólarpanela bara og sólarpanela í alvöru þetta er alveg, ég þóri ekki eins og hugsa þetta því og þetta er ekkert að snúast eitthvað sé að fara að minka eitthvað, þetta er bara fá sem mestan pening. Þetta er Katrín og Hallarhund, en hvað okkur er Jón Gnarr ekki að skora feitt? Hann er alltaf ekki alveg á því, það er náttúrulega verða kappar eru kvöld og það tala að það skiptir mjög miklu máli fyrir Jón. Ætlu að horfa á það? Já, ég ætla að horfa á það. Já, það ekki, mér finnst þetta spennandi og skemmtilegt, þetta eru svona einhverja mest spennandi og skemmtilegustu fórstökkostningar sem ég man eftir hinnlega, bara mjög frambærilegir og sterkir frambjóðundur sem að takast á, þannig að já, Jón er að dala, ég átti mikið alveg að því, ég er ekki með tilgátu, er þið með tilgátu? Á hann eitthvað erindi í þetta? Hún virðist vera að, þú veist, ég horfði á hann hérna hjá þér í Rauðaborðinu og ég var að velta fyrir mér allan tíman. Það er eins og hann sé ekki hann viti ekkert almennilega sjálfur af hverju hann er að fara í framboð. Hann er í leiksýningu, hann er að mynda eitthvað sjónvarpsþátt, hann er bara upptekinn, hann hefur ekki efnaði að vera í framboði, þú veist. Og svo bara, þú veist, vill hann helst segja sögur þegar hann var borgarstjóri og eitthvað svona. Bara það sem er, þú veist, hann er frábær, grínisti og listamaður og finnast maður Íslands bara fyrir og síðar og verður alltaf í mínum huga, en ég sé ekki alveg, hann sjálfur. Hann er ekki alveg sagt að okkur hann er í framboði. Já. Munið þið það? Ég maður ekki. Okkur er Jón Gnarr í framboði? Hann vill bara bjóð upp á eitthvað svona öðruvísi, eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað gaman, ég veit það ekki, en ég verð að segja eins og Freyr, þú veist, þetta er ógeðslega skemmtilegt, þetta er svona lýðræðisveisla, þú veist, maður hefur alveg, ég er búin að hafa svo gaman að fylgjast með þessum kappræðum og ég bara þakka öllu þessu fólki að bjóða þessu fram, þetta er svo ólíkt, þau eru svo mismunandi og ólík og Jón Gnarr, já, ég held, það sagði mér einhver að þetta hefði blundað í honum lengi. Hann hefði verið búin að pæla í þessu fyrir, það bara bjóst ekki við að hann, Guðni myndi hægt. Hann er nú með þeim elstu, hann er orðið svolítið gamall. Yfirleitt eru forsetakosnir svona 50. Vigdís var bara, hún var gömul þegar hún hætti, en hún var bara rétt rúmlega 50 þegar hún byrjaði. Og sama með Óla Ragnar og Kristján Eldjárn og við heldum allt þetta sér ríkfullari fólk. Ég meina Jón Gnarr og hans kynslu eru bara orðin og gömul. Já, með að við kostningahegðu landsmanna. Hvað er sjokki með Guðna? Við bjuggust við að þetta fólk verða að eilífu. Halla Tómas? Já. Hún er 43 ára Hallarhund. Hún er Halla Tómas. Er hún ekki
Alla Tómas Ástór lítur að vera elstur. Þetta börn með að við bandarísku fórsetakosningar. Já, við þeir. Svo eru áttræði menn í frambúðu sem staðar en meðan Jón Gnarr, ég veit ekki af hverju honum, hann missir flugið. Hann bara 57. Já. Það eitthvað, kannski hans fylgi að leita yfir á Höllu Hrund. Það veit ekki, svo bara þetta breytist þetta mjög hratt vika fyrir og bara einn af þessum 4 stóru núna myndi draga frambóðsið tilbaka næstu viku, það var allt komað á kválski. Það gerist það oft, þetta er svo stutt. Guðrún Pétursdóttir hætti 96. Þetta er svo stutt, sko, ég held að fólk talar alltaf og lýðræðisveisla og allt það og það er frábært að þetta sé til og allt og það, sko. Mér hefur alltaf finnst þetta ótrúlega furðulegt fyrirbæri að ef við ætlum að taka þetta embætti alvarlega og okkur finnst þetta skipta máli, af hverju er þetta svona stutt, sko, kosningabarátta? Við gefum þessu bara einhverja 2 mánuði til þess að raunverulega, sko, eiga sér stað. Að þú veist, þegar þú ert kannski minna þekktur frambjóðandi þá hefur þú engan tíma bara til þess að þú veist, koma þér á framfæri og þetta er rauninni bara svona reyndar, en þú veist, hún verist að vera með eitthvað, þú veist, mjög vel útfarða sko strategíu þannig og eitthvað lið bak við sig og þetta er allt pródúserað og þetta er fjármagnað, þú veist, hún er ekki í fátæk sko. Venjulegu árferði eins og það hefur verið hingað til að þá tilkynni forsetið það í nýja sjónvarpinu og þá var vanalega kosið sko mitt sumar, svona 1. júlí eða eitthvað svoleiðis, eða hvað það var síðasti sunnudagurinn í júní eða eitthvað, það er búið að færa það eins framar. Það sem að vera á öðruvísi núna, það voru allir að bíða eftir því að Katrín gæfi út hvað hann ætlaði að gera. Og það kom svo fáránlega seint og þess vegna er kannski kosningabaráttan styttri heldur en ella. Það er ekki hennar markmið sko, að þú veist, því lengur sem hún geymdi þetta, því síðri sensa höfðu allir hinnir. Veist, hún kemur bara inn á lokametrónum og tekur þetta á einhverju innign sem hún virðist eiga sem ég verði þetta aldrei skilið var hún kannski bara ekki búin að ákveða sig Ef það er planið, þá held ég þá held ég að kosningaskrifstofa Katrín hafi orðið fyrir gríðanlegum vonbrigðum með fyrstu konuna. Ef þetta er planið þá hefur líklega reiknað með að koma inn í 50% Ég held að sko og halda flugi út talaði þessa inneikt sem Katrín Jakobsdóttir á að eiga í þjóðinni eða eitthvað. Ég held hún sé bara ekki til staðar. Ég held að það sé bara einhver ímyndun í sko einhverjum spekulentum og álitsgjöfum og einhverjum Aton Jóðell einhverjum markastofum sem hún hefur ráðið sér til handar. Hún er með 18 til 30% fylgi í þessum kannunum sem eru hérna. Og allar svona traust kannanir áður og tilkynnti frambóðið bara ekki tíðina. Það hefur sko Já, hún er gríðlega vel metin og svona, ég held að fólk Freyr meti hann af svona all flestir kunna mjög vel að meta Katrín Jakobsdóttur en hún er bara svona nýkomin út í pólitíkinni En ef maður tekur að vera að vísa í traustkannanir og þá er fólk líklega með í huga COVID eða eitthvað, þess að hún meldist með 60% traust eða eitthvað. Síðasta könnun sem var gerð, það voru með 34% traust sem er ekki góð útkomaði forsætisráðherra, en það voru 45% sem bara ekki traust til hennar. Og það er mótbyrinn sem hún lendir í þegar hún býður sig fram og það er þetta ekki Katrín tal sem er í samfélaginu, sem að ég held að kannski fólki kringu Katrín bara misræna sig á þessu, hvað það þýðir fyrir stjórnmálamann að labba út í rok. Það er mótvindur á Katrínu. Það er ekki mótvindur á Höllu eða Baldur eða Jón Gnarr, þau eru bara í logni við hliðina á Katrínu. Og sama með sko hennar persónulegin, ég meina hún er að koma út úr ótrúlega óvinsælli ríkisstjórn. Sikalega. Þú veist, það er ekki, þú veist, það er ekkert eitthvað sérstaklega góð stað að vera í að koma beint út úr einhverjum endalausir röða einhverjum hneykslismálum og skandalum og fara beint út í að vera eitthvað samhengatál. Hvernig ætlar að fara að því þegar allar kappræður og allir spiritlar spyrjaði endalaust út í hvað með þetta hneykslismál, hvað með þetta hitt hneykslismáli. En maður verið líka að taka inn í myndina að þetta er búið alveg rosalega óvennilega vertíð hjá þeim út af bæði COVID og svo eldgósunum og því allir. Þannig að þú veist, maður getur ekki alveg ímyndið sér en auðvitað, eins og ég segja COVID hefur bjargað þeim. Ég ætla að fara að segja að COVID náttúrulega var þarna til þess að þau litur rosalega vel út. Og eldgósin bara komin á bestu stundu og ég var líka að segja það að þú veist, að þykjast hafa verið að hugsa málið yfir páskana og vera alltaf að hugsa málið meðan við erum öll búin að heyra þetta, sko við sem erum ekki tengdin í þetta batteri, við erum búin að vita þetta lengur og að þykjast og ætla að halda því fram að þú hafi verið að hugsa að fara í forsetan yfir páska, mér fannst þetta bara
ofsalega lélega byrjun á þessu þessari, þú veist, það vantar svo einlagnina í þetta framboð og ég held að fólk skynji það. En við getum ekki afskrifað hana, það er bara kostningabaráttan eftir og hún kann að fara í kostningar og hún kann að fara í sjónvarpsskapræður og hún er í mjög öflugri baráttu að fara með landið, þannig að við getum ekki afskrifað hana alls ekki og ég held að verði þær tvær svona fram á að síðasta spá ég. Og mér þykir rosa vænt Katrínu, hvað sem hún er búin að gera, mér þykir rosa vænt hana og ég verð bara að segja það, en ég er ennþá að hugsa hvað gerðist og ég held að við sem að hugsa það síðan 2017 eða síðan hún fór í maður bara syrgir það sem hefur gerst ég hugsa demografíkin í kjósendum hennar er líka sko issueð þarna þetta eru kjósendur Sjálfstæðisflokksins Framsóknar og bara svona ríkisstjórnarinnar í heild þetta eru eldri kjósendur, þetta eru íhaldssamari kjósendur þeir mæta kjörstað, unga fólki sem hefði kannski farið í Gnar eða Baldur eða bara Höllurund það er ólíklega þess að kjósa, þannig að þú veist á loka metrunum það getur Katrín auðvitað unnið þetta, rétt marið þetta með einhverjum 30%. En Baldur, hvað erum við að tala um, af hverju ekki tala um hann? Ég bara kosti ekki að þeir ekki búin að ég bauði ykkur á Jón Gnarr, svo allir bakkiði í Katrínu og ég er að reyna að koma Baldur. Sárásson, má við okkur hann? Hann byrjaði vel, hann byrjaði fyrstur fyrsti alvöru frambjóðandinn eins og þetta var náði svona cirka 30%, hélt þeim lengi vel en virðist að dala núna síðustu viku og hann er einn af þeim sem að gefur Höllu Hrund eldsneyti. Ég á transbatanbað sem er bara, ég spurði hann sem er að kjósa fyrstskiptin 18 ára, hann sagði þetta er að vera að kjósa Baldur við þurfum á því að halda það er búið að fara svo illa með okkur upp á síðkastir mér finnst það og ég var bara það var ekkert annars sem þessar árásir á Baldur finnst mér alveg skelfilegar, ömurlegar og mér finnst sýnir svolítið hvernig þjóðfélagið ég sko hugsaði því að þú veist akkurat á sama tíma komu svo margir stuðningsmenn Katrínar fram með eitthvað væl að þetta væri svo ómaglegt og ég bara heyrði eitthvað sem er búin að vera 20 ár í pólitík þar af 7 ár sem forsætisráðherra verður nú að þola það að fólk geti sagt eitthvað hennar því að þú veist geti lagt dóma á hennar fortíð í pólitík og en sá sem að hefur þurft að þola miklu ómálefnalegri og bara svona rættnara og ömulara, það er náttúrulega bara Baldur fólk getur kannski verið að tjá sig það en hvaðan koma þessar árásir? Hver er með rættnustu, ófyrirleitnustu internetdeild Íslands í kosningavél á Íslandi, við vitum það það er Skrýmstadeildin það er Andrés Magnússon, við vitum alveg hver opereitar á þessu leveli. Ástór Magnússon getur það ekki, hann skilur eftir e-maili sitt á postuðu auglýsingunni, hann ræður ekki við það, en við vitum alveg hver ræður við að gera svona hluti. Og við vitum líka að kosningateymi hennar Katrínar er undirlagt af sjálfstæðismönnum sem að víla ekki fyrir sér sem hafa víla og díla bak við tjöldin í áratugaræðir Nú grassera svona kjaftasögur og slúðusögur Baldur og það er náttúrulega pólitískt bragð bara að drefa kjaftasögum og þetta verður gert ekki að drefa kjaftasögum. Guðna. Það er náttúrulega verið að spila inn á svona homofóbíu. Það er bara verið að segja að hann hafi verið á okkur nætuklúbbi. Heldur það myndi fella því í kostningum að þú hefur verið á nætuklúbbi í Kaupmannahöfn. Og mögulegt að fylgjast með þessari umræðu. Ef þú varst á homofóbíu þá á það að vera bara að gera þig ónothæfan sem forseti. Það er eitthvað vafasamt. Það er bara að segja hvernig fólk hugsa. Það er eitthvað sem hefur sjálft verið að hugsa. Það er svona ræðilegt og ljótt. Það er með svona hugsanir. Mér finnst Baldur hafa svarað þessu vel og það er bara gríðarlega mikilvægt held ég fyrir samfélagið alltaf að hann sé í framboði og sé að tala sínu máli og mér finnst það líka. Sé að bjóða sig fram en það er ömurlegt og afhjúpandi að heyra þetta tal og En svo er náttúrulega verið að nutta honum upp úr því að iSafe hann man ekki og svo gaman að þessu fórstakostningu nú getur ákveðið fólk fyrir að tala aftur iSafe tölum nú aftur það ég held samt að fylgi Baldurs ég held að það sé bara Halla Hrund vandamálið að fólk er að kjósa gegn Katrínu en ekki með Baldri eða með að móti Baldri það er hann bara dalar einfallega þegar Halla Hrund verðist sigurstrangleg en svo gerði ekki ef Jón Gnarr myndi draga framboðið tilbaka þá held ég að Baldur myndi skjótast fyrir það bara
Getur verið sko. Mér finnst hann allan að hafa mest konkrétt sýn á hvað hann ætlar að gera þegar hann talar sko að hann getur notað dagskrárvald forseta og hann myndi bjóða til dæmis, held að vera hjá þér Smári, að hann talaði sko hann myndi bjóða bara, alls konar aktivistahópum til að sitja með sér á Bessastöðum og taka bara málstofur málefni innflytjenda eða barna innflytjenda. Mér það verið miklu stuð í þessu vitali, sko. Það var sko, mjög varst það raunverulega bara svona eitthvað svona praktikal, sko, eitthvað sem hægt væri að gera með forsetann og raunverulega mikilvægt og hefði góða áhrif á samfélagið. Plús það að hann það vel lærður maður að hann skilur vel bara núansana í pólitíkinu og mikilvægi þess að vera með stjórnarskrárvendil og þetta og hér og þar. En þá mætti hann gera þetta á Bessastöðum? Já, þá þetta bara, hann býður bara hópum að koma og tala bara mál sem kannski fá ekki athygli í fjölmiðlum og varpar þeim þannig fram. Mér fannst það ógeðslega kúl hugmynd og sem að og væri þetta opinbert? Hann myndi bara búa fjölmiðlafundur og fjölmiðlar mæta bara þegar forsetinn segir að þessi fjölmiðlafundur. Ég hef ekki tekið eftir öðru í sögunni, sko. Ég hef nefnilega, þetta ekki bara eitthvað skraut embætti, þetta bara drullu flókið og erfitt embætti og það blæs oft á Bessastöðum og það gerast dramatísku hlutir og það gerast hratt og það eru stjórnarmyndanir og stjórnarslit og ýmislegt. Þetta andlit Íslands út af við, þetta mannski sem það bara geta haldið ræðu og tala við fólk á íslensku og ensku á skotundi, það ekki eitthvað mikið fylgdarlið og alls konar aðstofa fólk eins og hjá ráðurum. Já, það nú einhverjir svona 5-6 á skrifstofunni. Já, en ég held að þetta sé bara... Má ég segja ykkur einu sögu í sambandi við þetta? Það eru kröfur, þetta flókið erfitt embætti og skiptir máli. Svo þetta náttúrulega, þetta sameiningartótt á mjög sundurleitum tímum þar sem allir að rífast allt mögulegt. Það sko, þegar Messofort var 40 ára þá voru þeir boðnir á Bessastöðum sem heiðursgestir og þá voru stjórnarslitin. Það var 2017, eða ekki? Já. Rosalega eru þið gamlir. 70 ára, 20 ára. Þeir voru 16 ára, þeir byrjuði 15 ára. En þá þurfti hann að rjúka, hann Guðni, og þau voru nýtekin við Bessastöðum, sko. Þá kom hún, Elísa, og stóð sér svo ótrúlega vel og með krakkana bara í náttfötunum og þetta var ótrúlega stund. Ég bara skjóti sér inn í sko sambandi við hjálpa fólk og svoleiðis. Ég gæti ekki séð annað en hún var þarna bara. Mjög áveru punktur sko því að það þetta spurningin alltaf maka forseta, það skiptir máli. Já. Og þar held ég að Baldur standi örugglega betur undir margir aðrir sko. En má ég bara spyrja, þetta ólauna starf? Mér finnst það mjög áhugavert. Ef ég þurfti að vera halda ykkur boð með börnunum mínum á mánudag, ég væri bara, ég að fá að borga eða hver að fá að borga? Þetta var náttúrulega... Við vorum að ræða hérna Halla, þú tókst undir það, hvað verið snjallt að vera með svona ólaunaða samfélagsþjónustu. Börnunum verið bara í samfélagsþjónustu. En ég í samfélagsþjónustu. Ólaunaður í samfélagsþjónustu í 4 ár. Er það þá bara þetta venjulegast kona sem stendur við hlið forseta og þar af leiðandi þurfi ekkert að borginni. Jú, hún á launum. Er hún á launum? Það held ég. Nei, hún vinnur bara í Íslandsstofu. Hún tók verkefni á Íslandsstofu og bara sjálfstætt. Þegar hún var með Messoforti í partíi, þá get ég sagt það, hún var alveg örugglega ekki á neinum launum. Þegar við vorum að tala skrimsladeild Sjálfstæðisflokksins, þá var þetta ný frétt á MBL. Fjármunir sem að hlaupa á 20 milljóna króna hafa runnið frá Orkustofnun til fyrirtækja þar sem stjórnendur og eigendur eru með mikil tengsl við frambátt Höllu Hrundar Logadóttur. Eru þetta verkkaup undir liðnum eins og til dæmis önnur sérfræðiþjónusta á síðustu 16 mánuðum. Sumir hafa tengsl við kosningabaráttu Höllu. Já. Þeir eru komin í nauðvörð sko. Ég heyrði þá kenningu bara núna undanfarnum dögum að það var eiginkonans Stefáns Einarsson, hún var komin hann inn í Orkumálastofnun og að samsærið væri þess að hún væri komin hann inn bara til þess að grafa upp eitthvað Höllu til þess að hjálpa Katrínu. Það væri bara gaggjart plan. Ég sérlega ekki dýrar en ég geta en mér fannst það bara áhugaverð pæling sko. Því að nú kemur þetta beint, þannig að það tilvíðun. Það bara svo augljóst hvaða fingraför eru allt sko. Þetta eru reyndar sko upplýsingar sem eru bara beint úr opnum reikningum ríkisins, þannig að það þarf ekki sörulinn til þess að grafa þetta upp. Þetta er bara. En þeir eru svona yðnir við þetta að reyna að finna eitthvað, greinilega. Þetta er eitthvað stjórnmál eru svolítið ógeðslega stundum, það bara því miður eins og það er.
Er ég ekki, já, það En við þetta. höfum þann hátt hérna á Íslandi að við veljum okkur sameiningatákn í leðjuslag. Svo sem að vinnur leðjuslaginn, hann verður sameiningatákn. Sterkasti skítkastarinn, hann verður sameiningatákn. Ólafur Ragnar var hérna, tók Þóru svolítið rækilega. Já. Já, það var í svona fyrsta sinn sem að sá svona brútal slag í fórstakostningu. Fyrst sem honum var ógnað, sko. Já, þá var hann svolítið leiðilegur alltaf, og meinfísinn og anstíkilegur. Já, talaði mannin hennar, ekki? En svona fram að því og yfirleitt eftir það hefur þetta bara verið svona frekar rólegt og huggulegt. Það var huggulegt síðast. Nei, þá var Davíð Oddsson í frambóði. Já, það maður var ekki eins og... Hann var virkilega pist í öllum þáttum. Það var bara fyndið. Óanaður með meðframböðu sinna, óanaður með spurningarnar. Það var svo fyndið að því að hann svo... Óanaður með kannanir, bara óanaður. Hann var svo grameðilega, hann var svo gramur, hann var svo rosalega. Hann rauk ekki í andstæðinga sína svona kannski svo gamla þetta, en maður veit ekki hvert þessi kostninga bara að fara núna, sko. Það var einmitt svolítið eins og grammeðilega, hann var eins og svona dýr frá einhverjum útdauð dýrategund, það var svona gamli pólitíkur sem Davíð Oddsson, hann passaði ekkert inn í þetta. Svo fór ég að syngja ammæli sem hann satt og ég var að syngja það hljóðnar út mér í Davíðsborg og horfði ofurt í augun á hann. Og þetta var akkurat. Leðis og þú bara, verið ansettinn bara. Já. Starra í augu djöfulsins. Já, þetta er bara, ég var ekki einu sinni, hann var ekki einu sinni, var hann ekki rosalega lágur í... Hann endaði með 13%. Já. Svo að kjósendur Sjálfstæðisflokksins kaus hann ekki allir. Nei. Mjög, að því ég held að hann væri sko alfa og omega, ég held að hann væri ennþá sólkonungurinn þeirra. Bara svo gerast núna með vinstrigræn, það er ekki... Kannski þarna vandi Katrínar, ég ætlum með þess að það er ekki allir sjálfstæðismenn, það er ekki allir framsóknarmenn og ekki svona allir vinstrigrænir sem allar kjósuna. Fólk vil kannski frekar fá forseta sem er ekki svona eindreiði í ykkur hotni, ég veit ekki. En ég held sko að því augljósara sem það verður að hinn ráðandi öll, bara þú veist þetta, Friðjón er ráðin hana inn. Já. Og allir svona fulltrúar hinnar ríkjandi vald hafa þeir sem að eiga Ísland, þeir stíga fram og styðja Katrínu, því meira sem það gerir því held ég að það fjari meira undan hennar frambóð. Ég var nefnilega viss hún myndi vinna þetta fyrst. Já, nú er ég orðin handvissum og vinna þetta ekki. Það var líklegast. Það skiptum flokk bara í Sjálfstæðisflokk. Nei, en ég menna hún er ekki að fara að vinna. Nei, hún er ekki. Hún er sjálfstæð, hún er núna valhöll, sko. Já. Það kannski voru bara taktist hún er samherji, hún er þú veist þeir sem eiga Ísland. Það eru 12 í frambóði og ég er búin að vera að fara hérna alla fréttamiðla aðtökut eitthvað sem er listan og það bara RÚV en ég kemst ekki inn á þann hlekk, það er eitthvað bilunarúf, þannig að ég get ekki þalið upp alla. En það sem kom síðastur var Viktor Traustason sem kerði sig inn. Já, mér fannst það flott hjá hann. Þetta er ótrúlega skemmtilegt þannig að sjónvarpsviðtal við Heimi þarna á Stöð 2, var það ekki? Það var svona, hann virtist til svona furðulostinn að þessi svona skringilegi náungi væri að dyrfast að bjóða sig fram en mér varst þannig svolítið eitthvað neginn skondin bara, fyndið svona sjálfmyrandi á eitthvað svona skrítin hátt ekki það hann kannski vinnur hann Já, mér finnst þetta skemmtilegt við fórsetakonu og bara gefa þeim skemmtilegan blæ lýðræðislegan og skemmtilegan blæ Almúgin fái upp á borðið allan að fá að sína sig í smástund og skapast bara alls konar umræður þetta er ekki einhver elita sem er að bjóða sig fram ef þú skoðar alla þessar 12 sem eru komnir fram bara alls konar fólk, þverskurðir af þjóðfélaginu fyrir það sem náðu ekki undirskriftalistanum það var ennþá meiri flóra og Steinunólina Jú, hún er hún verðist ekki vera að auka fylgi sitt það sem kom á eftir þessum 4 sem við rætt það er Halldór Tómasdóttir, Arnar Þór Jónsson og Steinunólina sem að mælast með eitthvað það er mælast þeila með lítið sem ekki neitt Ég vilja sjá hana miklar Já, það er hissa hún sé ekki með meira fylgi Hún er svona gaggrínandinn kannski hefur hún lagt mest inn í þessa kosningabaráttu til þess að grafa undan Katrínu Hún hefur gert það, hún hefur verið ófeimið að pota Hún er bara svo heiðaleg Það er ekki launað í kosningabaráttu það er ykkur annar sem fær fylgið Já Hann er aftur and Katrínar afstæðan að fólk flikkist á frekar sterkasta frambjóðan það er ekki dreift svolítið mikið niður skalan og þegar fólk vil frekar kjósa taktíst held ég Ég held ég var það ekki helmingur kjósanda miðflokksins sem styður Arnar við að stór hluti allavega Arnar Þór Það er svona hans krát endurreisa lýðveldið í einhverjum svona fornaldarstíl ég veit ekki alveg hvað rýna í þessi spil En þá hefði ég haldið að hann væri með meira því að miðflokkurinn er svo stór í könnun
Já, það Já, ég man ekki alveg töluna. Annað áhugavert vandamál. En líka á útvarpi sögu hann með 90%. Arnar. Já. En fólk að skipta skoðum mjög hratt. Þannig að þetta verður mjög... Ég segi, þú veist, eins og það sagt, vika langur tími. Við erum með heila mánuð sem þetta geti nú bara gengið á þið búin að ákveða ykkur sem við setjum hér? Nei. Já, jú, kannski, nei, veit ekki. Ég fæ svo mikið kjánarhóll þegar ég hlusta á þessar kappræður að ég á verið að meika það. Þú færði í að fá kjánarhóll í kvöld. Ég hef nefnilega ekki hlusta, sko. Ég er búin að vera ykkur ferðaleg. Ég fæ alltaf kjánarhóll þegar ég heyri alla pólitíkusa samkvæmstur á þingi, forseta sveitarstjórnar, það skiptir ekki máli. Mér finnst þetta alltaf óþægilegt að hlusta á þetta fólk tala því að ég skynja bara svona með smegnið þess að sé eitthvað svona líi eða handrit. Við erum það sameiginlega. Handrit og leikrit og mér líður óþægilega að sé að vera að reyna að blekkja með alltaf en þannig ég neyðist þess að horfa á þetta starra við minns vegna að fylgjast með sko. Þau eru líka svo klári að tala í kringum, það er svo að fara í skóla að tala í kringum hlutina. Það er svo ótrúlega, að því ég þurfti að gera það eins núna. Að því við erum að fara að halda tónleika við tölum það eftir en að tala í kringum hlutina það er Eurovision eftir ekki það hefur líka ekki unni með henni Katrínu þetta endalausa að tala og segja ekki neitt og ég fatt að dóttir mín hún er heimsmeistari í orðasalati það er alveg óþolandi og ég fatt að ég var það svolítið sjálf í gær að tala í kringum hlutina þegar einhver spyr mann beint það að halda þetta við erum með samstöð það er Eurovision sem þetta á þriðjudaginn en það vill svo til að það eru fjáröflunar tónleikar fyrir Palestínu á sama tíma sem við erum að standa fyrir RÚV hefur ekki og evrópskar sjónvarpsstöðvar hafa ekki tekið tillit til þess að þið voru með tónleika akkurat á sama tíma nákvæmlega og svo er mikið spurt, þú veist, er það að gera þetta út af heru eða sérst út af þessum og þá sá ég að dóttir minn að tala svo snildalega í kringum þetta og ég hugsa, vá, svona að gera hún gæti orðið atvinnupólitík hún gæti orðið atvinnu en hún var að gera það af kærleika skilur, af því hún vil ekki hafa einhvern æsingarna skilur, af því þetta er svona ég veit eiginlega ekki en af hverju eru að halda þessu tónleika? Já, ég bara spyrir dóttir. Nei, við erum að halda það vegna þess að við erum að segja hvað við erum á móti þessum Eurovision og í fyrsta lagi erum við að halda þetta út af því að við viljum styðja Palestínu. Þetta er í Háskóla Bíó? Já, þetta er Háskóla Bíó 7. maí. Þarna koma fram GTRN, MC Gauti, Ásgeir Trausti, Svala, Pálmi Gunnars, systur. Þitt klan allt saman? Já, mitt klan. Maðurinn og dætuna þína? Já, Eyþór og dætu mínar og hérna og Sigriði Tólasíus og þetta er allt fólk sem, og við vorum með langa lista og við þurftum ekki fara það voru allir sem voru til og við fengið rosa gagnrýni og mikið svona skítkast sko að við sem að leggja heru í einelti, það hefur ekkert með það að gera útvarpið náttúrulega á að taka afstöðu þarna en ekki eins og þeir eru búin að lýsa yfir að hún ráði það er hún sem tekur, þeir eru búin að kenna henni að hún tekur þessu ákvörðun og eins og einhver sagði, getur hún ekki bara sagt mér langar að fara þarna, ég er söngkona mér langar að skemmta mér og fara í Eurovision ég elska Eurovision en í staðin er hún að segja eitthvað allt annað eins og pólitík taka samtalið hún er að taka samtalið hún gerir sér enga greiðan alltaf sko, en þetta var hringleika hús fárleikar þetta hjá RÚV, hvernig þið stóðu að þessu setið einhvern veginn ábyrðina á keppendur, en samt ekki en samt jú, en samt ekki og það var viss engin neitt Freyr er náttúrulega gammal starfsmaður RÚV hvað finnst þér óþægilegt að hlusta á Hólstalarsvík? Nei, ég meina Gísli Marteinn fór ekki hann vill ekki taka þátt hann gerist ekki meiri Eurovision stjarnan mér er alltaf fyrir þetta mjög leiðileg keppni alveg ógeðslega leiðileg tónlist slag og sammála hér bara nenni ekki að horfa á þetta bara burt sér bara allir pólitík Nei, það er náttúrulega það sem gerðist var Leila hringdi í stelpunum mín og sagði að lagið mitt var bara valið, vil ég syngja fyrir mig og það er bara, hún sagði, það er aldrei að fara að vinna og það er vinkonur allar og tóku þátt og svo fór þetta bara svona, þetta var rosalega en fyrir það síður hefur við aldrei hort á ég bara með allir virðingu ég er ekki flestum Evrópulöndum er bara öllum algjörlega drull það horfir enginn á það er fá löndi svo Íslendingar og Svíjar eru líka alveg obsessed á þessari samstöðu tónleikar, þetta hljómaði bara eins og margfalt áhugaverðir tónlist heldur en Eurovision getur nokkuð tíma verið atvinnu tónlistafólk að semja sín lög af ástriðu Eurovision er alltaf þessu svona
ég veit ekki, þú veist, fólk að semja lög til þess að fitta inn í eitthvað svona form og eitthvað formúlu og eitthvað svona deadline og þetta er ekki list, þetta er svona einhver efnissköpun fyrir eitthvað aðra hagsmunni. En sumir hafa gaman að svo, það er bara en sáuð með auglýsingar, til dæmis að nú er þetta stærsti dagur fyrir auglýsingar fyrir RÚV. Það er enginn að bóka. Ég er hérna áhuga maður sjónvarp. Mér aðalkeppni svo alveg reynda mjög mér gaman að horfa á hana. Þetta er stórkostlegu sjónvarpsefnir. Þetta er alveg bara, þetta er alveg magnað að þetta skulle verið í beinni. Það er ekki, maður sér ekki magnaða beina útsendingu. Þetta er mörg hundur kamerur og þetta er rauninni magnaður sjónvarpsviðburður. Þá var músíkin sem leiðileg, en það er náttúrulega alveg glatað að gaspur það að þessi keppni sé ekki pólitísk, henda Rússum út en henda síðan ekki Ísraelsmönnum út sem að myrða 70 barn á dag. Það er ótrúlegu tvískinningur og náttúrulega fer í tauganar á fólki. Þetta er hápólitískt. Og þær voru þarna árið sem að Rússland var... Og endurspeglar rauninni bara, þú veist, Evrópusambandið og Bandaríkin. Þetta er ömurlegu tvískinningur. Fyrst þau voru að henda Rússum út, það get ekki að henda Ísraelsmönnum út. Það er bara glatað. Það er þessi vondi þetta vonda væp í kringum þessa keppni og það er bara vegna þess að Ísraelin alltaf stæðsti þeir eru mesta peningin í þessum keppni. Í þessari keppni segi ég. Bara Rússum var hent út en ekki Ísraelsmenn. Börnin mín 4 voru þarna á sviðinu alltaf með fánan og transfánan og allt þetta og fyrsta árið sem að stríði í Úkraínu og hérna og Rússlandi og þær fengu þvílíkan skít yfir sig skilur og voru oft bara hræddum alls konar. Og banna Palestínu fánan inn í salnum. En þær voru samt með og það var ekkert gert skilur, það voru allt, það voru bara með þetta på sviði. Við skrifum hérna umfjöllunum þetta, Auður Jónsdóttir var alhöfundur en ég var svona fylgifiskur með því pólitíkina í Eurovision. Þetta er bara áratuga löng saga af alls konar inngripum frá Eurovision stjórnendum sem að þú veist eru að taka pólitískar ákvarðanir hægri og vinstri. Það er ekkert nýtt en allt einu látið þess að það sé eitthvað alveg má ekki neitt að það bara þegar Ísrael á í hlut. Já en hugsaði líka, þetta er frekikallinn og náttúrulega morðingjar að fara og leggja alla í hættu að því núna er öryggis það var aldrei verið svo mikið öryggisgæsla nokkurs tíman á Eurovision út af hryðjuverka ógn og það er verið að setja fólk í hættu í rauninni út af því að Ísrael fær að vera með til þess að hleypa árásar aðila í stríði og leyfa honum að vera með í söngvakeppni. Hvað er það? Því Eurovision er náttúrulega stofnað bara til að koma í veg fyrir stríð. Þetta er bara hugsjón, þetta er Evrópa-hugsjónin eins og Evrópa-sambandið, bara aldrei aftur stríð og stundum viðskipti og komum saman og syngjum og stundum íþróttir. Hugsjón Eurovision er bara að koma í veg fyrir styrjöld í Evrópu. Og þess vegna finnst mér bara að þjóðir sem er í stríðsátökum gætum öll að skammast. Eigi ekki að vera Ísrael og það er ekki bara Ísland, það eru allar Evrópþjóðir sem eru með, það er enginn sem hætti við og það er alveg rosalega sorglegt. Eigulskapur. Já. Þetta mál morðin á Gaza, þau eru að valda svona skjálta í pólitík á Vesturlöndum. Stundu satt svona ungt fólk er að rísa upp og nú eru komið með stúdenta óerðir, stúdenta mótmæli og allt í nefnir sjá myndir af þjóðvarðaliðinu að lemja á ungu fólki í Bandaríkjunum. Minnir á Víetnamstríðið og komið bara aftur, komið aftur til 68. Já. Mér finnst þetta mjög merkilegt því að fréttaflutningur er svo sjúklega einhliða í Bandaríkjunum. Ég hélt bara að ungmenni myndi ekki þú veist, fyrir utan hvað það er náttúrulega bara gyðingar og gyðingdómur er svo samofinn bandarískri menningu að þú veist, flestir Amerikanar sem ég þekki hafa aldrei komið til útlanda nema sumir þeir hafa komið til Ísrael því að Ísrael býður öllum af gyðinga uppruna ókeypis til Ísrael í áróðskinni. Ísraelska ríkið og þar að leiðandi eru tengslin svo ótrúlega sterk og meðal ungs fólks er þetta bara ákveði rite of passage að fara og vinna á kibbutz og hluta minni fjölskyldu gerir þetta og þar, þú veist, við ræðum ekki Ísrael en þetta er það land sem að fólk ber sterkustu töðuna til og ég hefði aldrei búist við því að bara ungt fólk hefði bara einhvern veginn rænu á því að átta sig á hvað er að gerast
í Palestínu. En það náttúrulega það unga fólk með svona tæki. Það með aðgang. Það sem getur sótt upplýsingar við það. Samfélagsmiðlanir og það ekki þessir ráðandi miðlar í Bandaríkjunum hafi ekki sama svona heilaþáttavald og áður. Ég gerði grein það var ríkalegt voru unga börn sem voru skilin eftir einhverjum spítala í Gaza, þetta var í byrjun þessa stríðs. Og þá nálgaðist ég myndband og myndir af því sem ég reyndar notaði ekki að þetta var ógeðfellt en ég fann það bara á X og það fá allir aðgang að því skilur. Það er svo auðvelt að nálgast sannleikann, þú sér það bara í beinni skilur. Aldrei vita meiri. Akkur var þessir mótmæli út af Víetnamstríðinu, þetta var fyrsta skipt sem var svona almennilegu fréttaflutningur af hryllingnum. Það sem voru stríðsfréttarítarar sem að sögðu stríðsklæpum bara sem þeir voru að gera. En það fáum við til þess ekki, minnstu við ekki fá svoleiðis fréttir frá Úkraínu, við fáum eiginlega aldrei fréttir af vígvellinu þar. Maður sá alltaf fyrstu fréttirnar á Twitter frá Einarson en svo byrjuðu falsfréttirnar að dúndrast þarinn rússa byrjuðu sjálfur að setja myndir og maður gæti ekki alveg treyst öllu sem að. Við ekki fá svona frásögn af vígvellinu þar eins og var í Vietnam og Hann sagði líka fórsetan að þeir myndi gleymast eftir 2 ár og það komið 2 ár. Nei, ég held að bara sé engi fjölmiðl á staðnum Það sé ég mann einu fréttina sem við fáum bara svona pólitíska fréttir hvað Zelenski segir og hvað hinn segir. Það var þarna í 2014 og í Donbass átökunum og allir því þá var þessu fréttamælir svo Vice. Þeir fóru bara á staðinn. Það var bara news from the front. Þeir voru bara með kameru í skotkrónum með hermannum og hlutir voru dynni yfir. Og fékkstu svona þess að beinu innsinn í hlutina. Það er ekki út að fyrir 2 ár. Nei, alls ekki Það er bara, þetta talað þetta í fréttum, það eitthvað svona, list sem svona kjötmulningatæki, hvernig hermenn eru bara muldur í spað, en þú sérð það ekki og heyrir ekkert frá þeim talað það, þetta ekki svo þetta svona eins og fyrir heimsstyrjöldin þetta fyrir heimsstyrjaldarstríð og við munum heyra þetta á næstu árum eftir þetta og koma alveg reynslusögunar út samskonar við vitum núna fyrir heimsstyrjöldina sem bara svona, þetta var bara hakkavél. Við tókum stelpu að okkur sem að flúi stríði við þurftum oft að vera hún fekk enga aðstóð hér hún var í vissi ekkert hvar foreldrarna voru eða hvort hún var dáin eða eitthvað skilur og bara skelfilega og það var engin skipulögð aðstóð fyrir mér finnst þetta svo skrítið, við ætlum að bjóða alla velkomna en þá ekki að gera ráð fyrir neinum þá ekki að kosta neinu til en eins og ég myndi bara bjóða okkur öllum heim til mín en ég ætla ekki að vera þar og það ekki til að borða við þurftum bara áfallaröskun og í sjálfsvísvöksunum og maður þurfti bara standa inn á borgarspítal spítalafyrki og bara segja við förum ekki fyrir hún fær hjálp þessi innviða umræða svo klikkuð nákvæmlega, við unnum umfjöllunum þetta í vikunni á heimildinni kollega mín Ragnhildur Helgadóttir sem tók þetta úkraínskt flóttafólk á Bifröst það sem verið að okra á þeim og hækka leiguna þeirra 20.000 já, ég las það við tölum mjög svona grand okkar aðstóð við Úkraínu og Bjarni Ben núna í hver einstu viku hann og frá utanríkisráðuneytinu við fáum post í fjölmiðlum updates, það alltaf verið einhver nýjar tilkynningar stöðning í Úkraínu en svo bjóðum við þetta fólk hingað og við leyfum þeim bara að lifa og hrærast á einhverjum svona okurmarkaði án aðstóðar, án sálfræðaðstóðar án einhvers konar að taka utan það við ætlum ekki að setja neitt í skólana þó að séu við sem að bjóða fólki leyfum þeim bara einhvern veginn að redda sér sjálf einhvern veginn ekki byggja eina íbúð ekki byggja einu íbúð Nei, þegar þau komu við vorum marga fjölskyldu sem vorum þau fengu bara einhverja nokkra bara nokkra vikur svo voru bara hent út þetta var bara eitthvað Airbnb tímabundin stuðningur og það flestir sem að ég þekki þau farnir en eða frekar 300 milljónum í skotfærakaup til Úkraínu bara frekar í stríði heldur en að vera hér En svo eru auðvitað margir líka sem hafa fengið og hafa ákveðið að vera en það eru alveg ótrúlega margir farnir og það ekkert fjallað það svo sem ég veit ekki Þetta víðar í Evrópu kona mín úkraínsk og hún reyndar búið hérna í rúma 8 ára núna en hún var bara fullt af vinafólki sem flúði til Póllands eða Þýskalands eða whatever og fullt af fólki sem fer bara aftur tilbaka þegar það bara tróðið, það erfitt það lítið
tækifæri, aðstóð, störf, íbúðir, þetta hrikalegt, þannig að fólk kýs frekar að fara aftur til Úkraínu heldur en að ströggla í Evrópu, sko. Stríður líka þróast kannski með þeim hætti að það er möguleiki fyrir sum að fara aftur. Stríðið staðbundið í austurhlutanum sem að leita ekki út á fyrstu vikunum, að leita út fyrir að þetta getur verið stríð út alla Úkraínu. Skotgrafa hernaður fyrir heimstöldar, hann færist ekki fet, sko. Já, þetta bara staðnað. Og bara, ég var að hlusta á viðtali við Val Gunnars og hann sagði bara meðan þetta svona, meðan þeir eru með dróna, þá þetta bara fast í sömu. Og þetta að versna, sko, ég var að lesa umfjöllun þetta. Þeir eru byrjaðir að bæði Úkraínumenn og Rússar eru byrjaðir að þróa vélmenni. Sko vélmenni á dekkjum sem keyrum og skjóta hluti sjálfstýrt. Þetta svo mannfallir svo mikið líka, sko, og þeir líka get ekki fært sem fet á þess að bara tapa stór fjölda af hermönnum. Að núna, þá eru drónarnir fyrst og núna hervélmennin og núna gervigreindin sem að Ísrael í farabrotti með það að þeir hafa þróað, sko, gervigreindar algoritma sem að sérum að finna skotmörk fyrir þá. Og þess vegna skýtur það miskunnarlaust á borgarleg skotmörk. Það eru hermenn sem sitja við borð og þeir fá svona grænan, gulan eða rauðan takka eftir því sem að gervigreindin matar þá bara og þeir þurfa bara í flýti að segja græn, gulur, græn, rauður, gulur og sprengjunar fljúa bara af stað. Já, en svo að því vorum að tala og þú veist, þetta allt ungt fólk sem í stríðinu, þetta allt bara einhverju krakkar sem sendir út í að myrða annað fólk á þrítugsaldri og svo þau líka all bara farin eitthvað, þau aldrei eftir að jafna sig, aldrei nokkuð tíma. Nei. Gríðarlegu bara fjöldi úkraínskra fyrst og fremst karla sem eru bara örkumla eftir þetta stríð. Andlega og líkamlega. Þetta bara hólur í, svona ef maður skoðar það er svona aldurspíramíta, það eru bara hólur. Djúpt skarð skorið í það. Þannig að Úkraínumenn verða áratugi að jafna sig þessu. Pabbi minn fór til Víetnam sem verkfræðingur, hann jafnaði sig aldrei af því. En ég reyndar með svolítið af einhverjum svona aðlum á Twitter bæði, mest Úkrænumegin sem eru með fréttir af vettvangi, en svo les maður líka stundum eitthvað sem verið að segja frá Rússamegin og upplifun sko ef að Úkrænumegin helvíti, þá veit ekki hvað maður kallar Rússamegin, því að þar eru sko liðsforingjarnir þeir eru yfirleitt döða drukknir eða dópaðir og fólk fær ekki að éta, fólk og þau bara svona allt úti ómögulegast, bara í sjálfsvíks það bara svo einhver veruleiki sem maður hugsa bara þessi þjóð, Rússland, getið ímyndað. Svo lendi ég daginn einhvern tíma, fyrir áður stríði reyndar, þá var kona sem er í háskóla hérna og ég spurði hana, hún frá Rússlandi og við bara, Putin, hún var alveg brjáluð með. Já, auðvitað. Og maður hugsaði, þetta ótti, þetta er bara, hann hefur átt fjölmiðla á alla umræði svo lengi að það er bara. Og raunverulega sko bara, hann er minn forseti. Hann er eini maður sem heldur. Hann heldur þessu öllu gangandi og ég var alveg slegin yfir þessu. Konan mín sko er frá Úkraínu og hún á vinkonu þarna sem er úkraínsk líka og vinkonuna segir henni sögu frá því að hluti fjölskyldunar býr yfir landamærinu í Rússlandi og þau eru stöðugt að eiga samband við þessa vinkonu minnar bara með þeim orðum, þú veist, er ekki verið að, þú veist, heilaþóði, þú veist, að þú verður að flýja og koma til Rússlands í öryggið frá þessum nasistum og svo framvegis, þau eru öll á þessari línu, sko, þetta er bara áróðurinn svo sterkur, hann svolsar undir sig algjör að stjórna á þessu landi, marga áratugi núna. En svo eru samt líka, sko, að því eins og Messort að spilaði nokkur sinnum og gera það náttúrulega ekki aftur, en þú veist þessu í Hvíta-Rússland og svona, það sem að þeir eiginlega, svo sem fekk þá sko, var það einhvern veginn að það var bara alveg óbúslega skeri og svo mafían og allt þetta sko. Það er fyrirsagnir sko í einhverjum rússneskum áróðsmiðlum sem að kona mín les bara því hún les rússnesku og talar rússnesku að þú veist það sem Úkraínumenn eru ásakaðir barnaát. Já. Þetta er svo yfirgengilega svona absúrt sko og það að fólk trúi þessu, það er náttúrulega þegar þú hefur eina upplýsingavitu og þú veist það er það. Svo verður maður alltaf að muna að það er fullt af fólki sem er bara er algjörlega móti þessu eins og Ísrael eins og í öllum samfélögum. Það voru eftir en það eru flesti farnir sem að svo ætla ég að segja, já. Svo í október var því haldið fram að
Palestínumenn hefur verið að grilla börn á útigrilli. Já, og setja það í örbylgjuofna. Svo saga mjög lífseig. Ég skrifaði greinu það, ég hrækti það nú bara, það er ekki fóti fyrir neina þessu. Það var bara Netanyahu sem sagði þetta persónulega við Biden og Biden síðan endurtók það einhverju ræðu og hann tók það svo strax tilbaka því að reyndist það var ekkert fyrir þessu. Bull bara. Hvað séu þið? Ég man ekki hvað ég ætla að segja, en það sér maður að hreini fylgir hreinur á Biden út af Gaza. Það nefnilega ekki rosa vakning í Bandaríkjunum núna, eins og allir segja með háskólanum og það. Demókratar reyða sig á unga fólki til þess að kjósa sig og ef hann ekki að standa að koma til móts við þau þá verður Trump kjörinn. Það er mjög magna að sjá þessi mótmæli, maður hefur ekki séð stuðning við muslima eftir 9/11 bara þessu mæli áður og ótrúlega að sjá þetta. Mér finnst þetta rosa jákvæmt nema náttúrulega lögreglan er svo einhver her sem ekki New York reyndar. Þetta mjög fjölmenn og núna allt í orðið mjög bara brútal mótmæli eftir að síjónistar fór að blanda sér í málin. Það taka núna svona siðferðisleg mál sem við setjum. Það er komin einn í gæsluvarðhald vegna Hamraborgarmálsins, þar sem voru 2 menn sem að rændu í svona peningum sem hefðu komið út úr spílavíti, voru tryggðir og svona. Og mér fannst þess að margir svona stæður með bóanum hann. Yes. Ég held að fólki hafa þótt bara myndband. Ég ætla ekki að þóra að segja, ég var þetta bara... Helstu með bóanum en ekki lögunni? Var það ekki bara klaufaskapurinn í þessari öryggismiðstöð sem var svo hlægilegur eitthvað, þú veist, þetta er bara opin bíll og við blöppum bara inn og skiljum milljónir eftir í póka þarna. Nei, ég veist þetta bara svolítið sérstætt og það sem ég finnst líka sérstætt það voru 7 lögreglumenn sem sáum þetta mál, að meðan önnur mál sáðu bara hjá. Já, þetta fór í forgang. Og þetta var svo mikið peningur. Hvers peningur er þetta? Það var peningur sem var að koma út úr alveg ótrúlega sorglegum stað sem heitir eitthvað vídeóhöllin en er ekki með eina vídeóspólur og það sem að eru bara fárveikt fólk. Eina fólki sem spilar þarna er veikt og við vitum það öll. En hefur ykkur komið með bláa peninga í Bíóparadís? Ekki svo ég reyna að kaupa sér með það? Ekki svo ég viti. Spilafylglar eru náttúrulega bara, það er að verðast að góma annan þeirra því að þeir hafa verið að eyða þessum bláu seðlum í spilavítum aftur. Ég sá það í einni fréttinni að það hafi eitthvað verið orðað við það sko. Fóru þjóðarnir bara beint í kassa. Ekki beint sko en þeir tóku sér eitthvað tíma til þess að lay low og svo fóru bara hlægir puttana að eyða þessu. Þeir hafa kannski verið búin að tapa 30 milljónum á ákveða. Maður spyrir sig, voru þeir allir bláir penningarnir? Gattur ekki eitt penningunum sem voru ekki bláir? Hent restinni, það bara tekið. Kannski var þetta svona existential hæst þeir stálallum sem peningum en svo fóru þeir alltaf að hugsa til hvers eru peningar? Hvað er lífið? Snýst lífið bara peningar? Spekilegir bóar. Það er ekki almenn samúð með spilavítum og svona smálánafyrirtækjum yfirleitt sko. Nei, mitt sko. Er það kannski erfiðara mál? Það er verið að stefna fólki á Akureyri vegna umskurðar. Úff, já. Hvað ræða maður þessu máli? Maður ræða þessu í held ég bara svona ótrúlega ömurlegt fóður í skotfærakistu útlendingaanduðar fólksins. Er þið lengt því að fólk sé að umskera sveinbörn á eldhúsborðinu? Nei, mér finnst sko að fólk megi, þú veist, fólk er umskorið í Bandaríkjunum. Ég ætla að segja, en hvenær má hætta umskera drengi til dæmis? Hvenær má sko þarf að gera þetta þegar þau eru nýfædd, megðu þau ekki bara ráða þessu til dæmis, þau fara að ráða hvort þau fermist ekki, megðu ekki bara ráða en sko þú verður að gera þetta, hróplar ekkert svo auðvitað við fólki sem var að eignast barn og svona er þetta bara, en er þá ekki betra að fólk fari þá bara á heilsugæsluna? Þú færði ekki þess að þjónustu það? Þú færði þetta ekki hér á Íslandi, þetta er ekki gert þetta á Íslandi, en þetta er gert út í Bandaríkjunum og ég veit þetta er svolítið svona mikil svona, ég ætla að fara að segja, þetta er jaðarsetning á fólki sem að, þú veist, þetta er kultúral mál. Já, líka á konum, stelpum. Já, það er annað, þú veist, umskurður á kallmönnum getur ekki... Þetta er limlega sem Nei, en var þetta ekki að trúalegum ástæðum? Umskurður er það... Hann er það ekki alltaf. Nei, ég sé það skipta einhverjum máli, hvort það... Já, dæmaði að þú gerði þetta á trúalegum ástæðum, þú sleppur að þú gerði þetta hefði. Nei, ég ætla að fara að segja það. Fólk sem er svona trúa, ég er ekki ásaka það, ég er að segja sko, það er skelfilegt að það þurfi að trúa því og það trúar því, annars verður það ekki því ekki að vænta barnið sitt eða ekki leika sér þessi.
Nei, þið finnst þetta bara að þetta sé eitthvað sem að tilheyrir bara því að vera með sveinbarn. Þetta það sem þú gerir. En hvað gera þau þá ef þetta ekki leyft hérna? Þau fá eitthvað sem að kemur það var sérfræðingur í þessu flutt inn einhver kona frá Ghana sem kom frá Ítalíu til þess eins að sinna umskurði á Íslandi og Akureyri, það er svo absúrt. Og svo þurfti að fara með á spítala því það kom sýking. Já, svo var það sko, að því að þú gerir þetta náttúrulega ekki bara, eins og þú segir, upp á eldsborðið sko, ekki í svona heilbrigðiskerfis aðstæðum, en hvað er þessi, ég veit ekki af hverju þetta er trúalegt, vitið þið af hverju? Það eru margvíslegar, þetta er náttúrulega aðalega þekkt meðal gyðinga, en svo hefur þetta orðið bara eitthvað svona venja í Bandaríkjunum að þetta sé svona heilbrigðismál. Það er þannig þá, já ég veit það. Og það þykir mjög skrítið að vera óumskorin í Bandaríkjunum. Það er fest í popkultúrnum, það er mjög vel, maður sér þetta bara í bíómyndum og þáttum, þetta er bara svona staðlaður djókur sko, ef einhver er ekki umskorinn á bandarískan eiginmann, ekki segja neitt. Ég er alveg upp í Bandaríkjunum. Eru þið umskornir strákar? Nei, ég er bara svona venjulegur íslensku kall sem hef mína fórhúð. En það þjónar hún bara líffræðilegum tilgangi sko. Síðan álitamál, það liggur fyrir, það er ekki að því ég tók viðtal við formann Læknafélagsins Steinunni Þórðardóttur dánaraðstoð og það liggur fyrir þingi og hún var alfarið á móti. Það hafi verið fylgjandi dánaraðstoð en þurfti að setja sig inn í þetta sem formaður Læknafélagsins og því betur sem hún skoðar þetta og hvernig þróunin hefur verið í öðru löndu þá var bara alfarið á móti. Ég verða að hrósa þér fyrir hvað er mikið á samstöðunni. Ég heyrði á þessum þætti og ég veit þetta verði ég verð. Þetta er brilljant viðtal. Af því að ég er svo forvitin að vita. Hún er svo flott í þessu viðtali af því hún nálgast þetta mál sko bæði sem læknir og svo segir hún alls konar fréttir af því hvernig þetta er annars staðar en svo nálgast þetta líka bara sem manneskja gagnvart þessu get ég tekið líf einhvers. En getur ekki sagt annað ef hann er búin að sverja lækniseiðin eða hvað? Það eru læknar sem hafa svarið eiðin en eru samt fylgjandi. Og þetta er leyft náttúrulega. Stundum náttúrulega er hugsunin mæntalega sérst að leyna þjáningar með því að gefa dánaraðstoð. Náttúrulega er það parturinn sem að lætur þann eið make a sense í þeirra huga sko. En hún tók til dæmis fram að það sem þetta er í boði að þá má eiginlega segja það, ég kannski er að íkja aðeins að hún segir að þá verður minna framboð af öðrum lausnum. Hún segir að það er alltaf hægt að finna einhverja lausn á vanda fólks, annað en að bjóða því að vilt þú ekki bara losa ættingja þína og vini og sjálfa þig við þessar þjáningar og deyja. En hvað finnst ykkur til dæmis það þegar fólk er komið á þann aldur að það tekur því ekki, þú veist maður sér þetta alveg í heilbrigðiskerfinu okkar að það er svona, að því að þú ert orðin ég er komin aldur að þá ætlum við ekki að aðstoða þig. Ég er með lista, ég er á biðlista held ég bara hjá 6 eða 7 sko, við erum samt með dánaraðstoð við erum með dánaraðstoð, það heitir líknun það er, amma var bara að setja það læknir segði bara, við ætlum bara við ætlum bara að leyfin að deyja við hefðum getað haldið henni áfram á lífi, það hefur bara ekkert upp á sig og jú, það hefði ekkert upp á sig en þú veist, þeir meðvitað tókan af lyfjum, gáðinu morfín leyfðu henni að deyja smám saman taka næringu, það er eiginlega óhuggulegt þetta er bara þarna, maður horfir á en er það ekki dánaraðstoð, erum við ekki bara rífast eitthvað svona smáatrið og hvernig við ætlum að útfæra það muniði líka í COVID að það voru lönd með þetta að þarna 64 ára Svíþjóð, það var 64 ára og eldri sem fengur COVID þá bara skalt þú ekki tjekka þig inn og þú kennst ekki öndunarvél þá ertu afskrifaður reyndar, það var, þú fekst enga aðstofið að deyja en þú fekst enga aðstofið að deyja ekki þegar viljum breytta reglunum og við vissum það bara og við vitum það við bara fyrirfram og við vitum það eftir á að það bara dófullt af fólki út af þeim sko að liðkað var fyrir sóttandarreglum og það var bara einhver ásáttanlegur fórnarkostnaður greinlega. Hvað, hér? Við erum alltaf að afskrifa eldra fólk, við viljum ekki taka það. Þá margfölduðust döðsföllin, við bara hættum að sjá það í fjölmiðlum og hvað var bara sama. En þú ert með eitthvað lífshættulegt ástand, eitthvað sjúkdóm sem er dýr og það er sagt, þú ert á þeim aldri að við ætlum ekki að aðstoða þeim. Það er galið sko. Það ætlum bara var þannig með þessi smali fólk sem var með þennan hörnunarsjúkdóm það er til lyf við því en ef þú varst eldri en það var bara eitthvað 25 þá bara
við ætlum ekki að taka þátt í því. En ef þú átt peninga þú bara getur keypt þetta sjálfur. Þú getur keypt þig bara í allar aðgerðir og allt. Það kemur fram í þessum dánaraðstofuna þeir sem að hafa ekki aðgengi að bestu meðferð sem fátækara fólk og það kýs frekar að deyja. Það ekki bara sturlunin í hvað þessi kerfi eru ömuleg? Ættir ekki bara að hafa þetta val sjálfur? Akkur þetta heilbrigðisyfirvöld að geta neita þér bara það ekki þess virði? En þú hefur valið sjálfur sko núna til dæmis það ekki líknandi hvort þú vilji fara í það eða ekki. Það ákvörðun læknisins sko. Það oft bara við ættingjar á læknirinn þegar manneskjan meðhöldurlega þessu ammátt og bara það mjög erfið spurning sko. Ég köpum ekki að hlusta á þetta viðtal því að hún kom meðal annars með eitt dæmi sem var einhvern veginn þannig að einhver kona, minni mig, hafi skrifað undir það að hún vildi fara bara að fá að deyja ef að þróunin í sjúkdómnum verið einhvern veginn svoleiðis. Og síðan heldur hún áfram að veikjast, því að hún hafi verið með eitthvað svona taugarhörnunarsjúkdóm og svo þegar kemur að því að þá vill hún það ekki. Því að hvað getur þú metið virði lífsins? Það spyrjið bara ungt fólk að það vil bara að deyja bara upp á 30 því það er ekki þess virði að lifa sem fullorðin manneskja. Ég hugst alltaf þannig þegar það kemur að því og þá sagði hann að vildi hún ekki en þá var þetta fyrir og þá sko ættingjarnir í einhver rosalegri krísu með því að þau vildu framfylgja það sem hún sagði og var að veltaði fyrir sig býtu kannski hún ekki þess umbúin að taka þessa ákvörðun sem hún að gera núna kannski ætti við að hlusta frekar á það þegar hún var með meira skín á stöðu sinna. Það alveg flókið svo sem. Já, þannig kemur fram, Þannig kemur líka eitthvað svona heimspekileg vangavelda hefur við ekki bara svona fullveldi yfir eigin líkama, hefur við ekki bara að fá að velja það sjálf, ég veit ekki hvernig maður myndi útfæra það svo sem en. Það eiginlega, þessum þetta svona nýfrjálshyggju hugmynd, þetta einstaklingshyggju hugmynd, þetta dánaraðstofuna og eitt af því sem að Steinunn kom með í viðtalinu sem ég hveti ykkur til að hlusta á var það að það ekki tilviljun að þessi ákvörðun að stíga yfir hennar þröskuld hefur verið fordæmd í öllum menningum mannsins. Það er ástæðan því. Því ef við stígum yfir hennar þröskuld að þá munum við opna gáttir þar sem að við munum fara að drepa fólk. Ég er svo sammála að fara að búa til einhver svona loophole fyrir óæskilegt fólk. Við getum losað okkur við óæskilegt fólk. Við bara hjálpum þeim að taka rétta ákvörðun. Við gerum líf þeirra óbærilegt. Drápu fólk kannski ekki en það var gjarnan í gamla daga þú veist, fólk var lobotomized, geðveikir voru bara og skorið heilana þeim og þeir friðaðir bara með því að gefa þeim heiladauða, það var bara lausn. Læknisfræðin hefur svo sem framið alls konar óskunda. En svo þetta svo flókið með að því það svo margir sjúkdómar og fólk kannski orðið eitthvað skrítið í hausnum og vill þetta og eins og þú segja og vill þetta svo ekki og þetta bara þetta óafturkræft þú ert búin að drepa eitthvað þá getur ekki sagt úps. Það er ekki liggjandi grundvallar því bara að við værum með raunverulega gott heilbrigðiskerfi fyrst áður en við værum að bjóða upp á þetta sem valkost þannig að það væri ekki aldrei spurningum með neitt sparnað eða hagkvæmni eða eitthvað svona. Ég held þetta að vera þannig þegar ég verið gamall á hjúkrunarheimilinu þá fæ ég svona bjöllu og það er ég get aukið morfínskammtinn og svo get ég beðið dánaraðstoð. Með gegn prímíum gjaldi borgar svona auka gjald fyrir að fá dauðapakkan En svo er þetta svolítið óhugulegt þegar læknirinn ákveður að manneskjan sé með ólæknandi sjúkdóm og orðin gömul og nú ætlum við bara í rauninni að svæfa hana. Ég tók viðtal við mann fyrir svona 1,5 mánuði sem að sagði svona sögu móður sína sem honum var tilkynnt að hún væri komin á bara líknandi meðferð og hvað því það við bara hættum að gefa henni lyfin og hættum að gefa henni næringu æð og hún bara tóttn upp á degi og hvað akkur við því að bara eitthvað nýlt eitthvað svona og hann alveg bara brjálaður og segir bara nei og fer og þannig að hún fær aftur næringu æð og hún bara hinn ressast í dag. Vistu það mamma var með krabbamein og svo var fundur og svo bara hún fer á líknandi og þetta gerur svo hratt og það er óslega óhugulegt að horfa upp á þetta og ég einmitt veit eina konu sem fór á líknandi og svo er hún ok í dag og þetta setur svo í mér en ég vil ekki eins og fara þangað með saman mömmu en þá er þetta ákvörðun hjá þessu teymi bara tökum þessu ákvörðun og maður segir bara já þrýstingurinn í þessum
kringumstæðum ólýsanlegur sko, að þú ert að horfa upp á ástæðin bara meðdundarlausan og inn og út sko, vagnandi og alla með rænu og læknin bara, þetta bara eina lausnin í stöðunni og maður verður eiginlega treysta því og maður búist út frá hvaða upplýsingum allar maður mótmæla því sko svo skilur maður líka sjónum með að fá að deyja með reisn og líka ekki í ykkur rúmi marga vikum svo sumir sjúkdómar eru þess eðlis þeir eru bara það umurlegir dauðdagar og ég hugsaði þannig með mömmu skilur og líka maður vil ekki horfa upp á fólk kveljast kannski þetta bara ósvaranleg spurning þetta svolítið þannig það má alveg vera það muni eftir mannu sem lá lamaður og skrifaði heila bók með öðru auganu hann átti sér nú aldils innra líf það er fullt að gerast og það er eitthvað sem heitir kraftaverk þannig þú ætlar ekki að skrifa undir skjal að ef að ég ligg í rúminu og get ekki treyft nema kannski annað auga þá með ég drepa mig nei þá ætla ég að skrifa minn þennan stóra magnum opus eitthvað bara ég ætla aðeins að segja ykkur frá ég ætla að segja ykkur frá lífið mínu talandi líf og dauða þá komin að lokum þessa þáttar það ég heyrði að komin ókyrð í úrlingin sem komst með þáttinn litla sósíalistan minn vel komast þeim kæra þakki fyrir komuna Hrönn, Ellen, Jón og Freyr Takk og helgi og hlustendur þakka ég fyrir að staldra við og horfa á okkur eða hlusta á okkur eftir því hvað þið er að gera benda ykkur á að þið geti hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfi samstöðurinnar þið gerir það með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér og þá kannski leita þau það upp og horfa á það og þannig styrkist dreifikerfið við erum á Facebook, við erum á YouTube, við erum á öllum hlaðvarpsveitum bæði undir nafni samstöðurinnar og nafni einstakra þátta, við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu og þær útvarpsveitingar má líka sækja á spilarann, spilari.is á netinu og spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, alls það sem er net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra er svo heppin að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða viðskiptavinum sínum upp á samstöðuna 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan á þess hring. Samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þeir sem að viljið styrkja samstöðuna og hjálpa okkur til þess að verða enn öflugri, geti gert áskrifundur, þið farið þá inn á samstöðin.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift, þar getið skráð okkur fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftið, þið megi borga meirið þið viljið og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er alþýðufélagið sem áur eitthvað samstöðina, þetta er fjölmiðl og umræðuvettvangur í eigu hlustenda og áhorfenda. Hvet ykkur til þess að hugsa þetta, þið sem eru löngu búin ákveða að gera áskrifundur, hvet ykkur til að kýla á það og gera það bara sem fyrst. En framöndan er helgi og ég óska ykkur góðar helgar.